það er Rauða borðið sem tekið við. Ég heiti María Lilja og ætla að vera með ykkur hér aðeins áfram. Ég ætla að ræða við Sæunni Marinósdóttur sem að segir okkur frá fjárhagslegu ofbeldi sem að hún er að verða fyrir að hendi fyrirverandi maka og hún ætlar að útskýra aðeins fyrir okkur hvernig þessu ofbeldi er viðhaldið með kerfinu, fjármálakerfinu, kreditinfo, inkasso og bönkunum. En við ljúkum þættunum á spjalli Björns Þorlákssonar við Tryggva M. Baldursson, tónskáld tónsköpun, listina og lífið. Þar á undan er Sigurjón Þórðarsson, þingmaður Flokks fólksins sem að kemur hér og ræðir stöðu flokksins og þingveturinn framundan. Og hvort það stefni í átaka tímabil, hann ræði við Björn Þorláksson einnig. Þá er neytendahornið þar á undan en Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum ræðir gríðarháa stjórnvaldssekt á norskum matvörumarkaði, færslugjöld, rétt sundlaugagesta til bóta ef viðhald kallar á lokun sundlauga, ofurvexti og fleira. Neytendahornið er í umsjón Björns Þorlákssonar. Ragnheiður Davíðsdóttir ræðir við Kristjánu Kristófersdóttur Alzheimer. Hún er eiginkona manns sem að greindist með sjúkdóminn 52 ára gamall. Og hér eftir stuttarauglýsingar kemur Sæunn Marinósdóttir eins og áður sagði að ræða fjárhagslegt ofbeldi en hún er þolandi sem að hefur þurft að standa í ströngu undanfarin ár vegna úr óvæntri, svona aðstoðar við ofbeldið úr óvæntri átt. Hér eftir stuttarauglýsingar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861-2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur. Ég heiti María Lilja og hjá mér er góður gestur til þess að ræða fjárhagslegt ofbeldi. Sæunn Marinósdóttir, vertu velkomin. Fjárhagslegt ofbeldi, við kannski bara byrjum þar. Hvað í ósköpunum er það? Þetta er ekki eitthvað sem að mikið talað Nei, ég held að það hef ekki mikið verið talað þetta fyrir en bara fyrir árið, 2 ári síðan. Hefur orðið svolítið vitundarvakning með þetta. Þetta er flokkað sem tegunda heimilisofbeldi og lýsir sér með öllum mögulegum hætti en tilgangur með ofbeldinu er að gera fólk oftast konur, stundum kalla, fjárhagslega ósjálfstæð, óörugg, svipta aðgengi að fjármunum, í rauninni að gera allt flóknara og erfiðara. Og við vitum það að í okkar samfélagi þá er það ýmislegt svona sem hægt sem að getur gert maður mjög óörugan á þessum vettvangi. Það auðvitað listar eins og kreditinfo og annað svona sem safna mann upplýsingum og það einmitt það sem að þú ert svolítið komin til þess að ræða hér í dag. Þú ert þolandi fjárhagslegs ofbeldis. Já. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, eins og segja, fjárhagslegt ofbeldi er ekki fyrirbæri sem fólk þekki mikið en það sem að það þekkir helst er kannski sú birtingarmynd þegar að fólki er
beinleinis meinaður aðgangur að peningum. Makinn tekur öll launin þín og leggur inn á banka, þú færð ekki pening, þú þarfst að biðja þú veist, allt það. En þetta getur birst með ýmsum öðrum hætti og í mínu tilfelli æxlaðist það þannig að það voru gefnir út tilhæfulausir reikningar upp á fleiri milljónir og þeir voru settir í innheimtu, voru settir í kröfu, náttúrulega bara í heimabankan og þaðan fóru þeir í sjálfvirt ferli hjá Inkasso, svo fóru þeir í lögheimtuna, lögheimtan setti svo upp vöktun hjá Kreditinfo, lögmaður fór síðan að grafa í þessu líka, fór að fletta mér upp á vanskilaskrá, þar sem ég ekki með neina skráningar, by the way, og bara svona til þess að gera mjög flóknlega sögum mjög stutta, að þá hrundi lánshæfismatið mitt úr A1 niður í D1 á mjög skömmum tíma út af þessu. Og það er í rauninni ótrúlega skrítið hvað er auðvelt að gera þetta, af því að það er ekkert að baka þessa reikninga. Þú veist, það getur hver sem er farið og stofnað reikning hjá alls konar ókeipis hugbúnaðar í boði hér og þar, þar sem að fólk getur búið til reikninga fyrir sannarlega þjónustu eða vörur sem það selur. Það getur síðan senda í heimabankan þinn, þú getur, það getur farið í sjálfvært innheimtuferli, ef þú borgar í eindaga þá færðu aðvörun, þú veist, svo kemur önnur aðvörun, svo kemur millinnheimta og allt þetta og þetta er allt saman sjálfvært ferli sem að hver sem er getur haft aðgang að og afleiðingarnar eru þær að ef að þetta er ekki raunverulega peningar sem þú skuldar að það virðist vera mjög erfitt að mótmæla eða fá þetta fellt niður og í mínu tilfelli hefur það ekki tekist. Þannig ég sit uppi með það að vera með lánshæfismat sem gerir mér algjörlega ókleift að fá nokkurs konar fjármálaþjónustu. Ég get ekki leigt húsnæði, getur hann ekki gert neitt. Þannig ég er orðin mjög fjárhagslega óörugg og sjálfstæð út af þú sem hefur einhvern veginn aldrei verið það áður og alltaf einhvern veginn svona haft þitt úr staðið í skilum og hérna ert komin að þá stöðu einmitt og það einmitt að því þú nefnir þetta með leiguhúsnæðið. Það er þetta er eitthvað sem hefur alltaf vafist fyrir mér vegna þess að ég skil ekki af hverju óskupunum leigusalar þurfa að líta til lánshæfis. Það eru jú sannarlega gefnir út einhverjir svona víxlar fyrir fólk sem að getur ekki lagt út fyrir tryggingu og öðru slíku en það ætti að vera bara sjálfsagt mál. Já. Þannig að þetta er einmitt eins og segir þú ertu komin í mjög erfiða stöðu en hvað ég meina þegar þú færð fyrsta reikning í heimabókan frá þessum einstaklingi og þú klóraði væntanlega í hausnum og segir býttu nú við, hvað er þetta? Þú væntanlega vissir hvað við komum til var að reyna þarna og þekktir þetta er viðkomandi sem að þú hefur losað þig við úr þínu lífi en hefur svona með þessum hætti haldið áfram svona ákveðinni línu ofbeldis, hann hefur aðgangaðir í gegnum heimabankaðinn einhvern veginn. Þetta þegar þetta kemur fyrstu upp, hver eru þið viðbrögð? Mér er náttúrulega krossbrá og mér fannst þetta óbúslega skrítið vegna þess að þetta er fyrirhandi maki sem að hafði reynt með aðstoflögumanns að innheimta með peningar sem telur mig skulda. Ég er ekki sammálaði þannig að lögmenn okkar hafa verið að ræða málin og það lá alltaf fyrir að ég vil þó að annað okkar skuldaði hinu eitthvað pening, þetta snýst uppgjör á húsnæði og eignum og svo leiðis, að það kæmu alltaf ýmis önnur atriði til frádráttar eða viðbótar hvort hjá ári. Þetta er bara stórt reiknistæmi. Það er bara vesinn að skilja og það er einhvern veginn, það þýðir ekki að senda innheimtur og víxl, það vita það allir sem hafa farið í gegnum það ferli og eflaust fleiri að þetta er allt svona gert upp við svona lok. Þannig að á einhvern tímapunkti þá vakti hans lögmaður athygli þegar þeir voru búin að taka saman hvað hans skjólstæðingur ætti inni hjá mér. Minn lögmaður var ekki búin að taka saman mína hlið og við í rauninni bentum á að það var ekki tímabært að fara í uppgjör. Það var ekki búið að selja fasteignina og það væri best að gera þetta bara upp í lokin þegar allt liggur fyrir. Nema síðan
ákveður minn fyrirvandi einhverjum vegna að setja allt sem hann telur mig skulda honum, beinustu liði innheimtu, tók ekki tillit til neins sem að ég hef greitt, það var ekkert pluss eða mínus, tók bara aðra hliðina á hvað innheimta það. Og þannig að ég vissi strax hvað hann reyna þegar ég sá þetta dettin í heimbankan og ég trúði ekki öðru en að þetta væri voru eitthvað svona, ég veit það ekki, eitthvað smá stælar. Já, þú veist, aðeins að reyna að íta við mér, þú veist, bara koma on, gera mig upp eða eitthvað. Þannig að ég talaði við minn lögmann, hún talaði við hans og það komið svolítið óvart að það var ekki bara sjálfsagt mál að bakka með þetta. Vegna þess að þetta ásér enga stoð. Það engin samningur, það ekkert samkomulag, það engin lagastoð fyrir svona reikningu með innheimtu. En maðurinn bara ákvaða að halda þessu streitu, að það var þarna einn margra milljóna reikningur og svo hélt hann áfram að senda mér mánaðarlega smærri upphæðir í hátt í ár eftir þetta, þannig að það safnaðist bara upp. Og hann var alltaf að tína til eitthvað svona nýtt sem að honum fannst að þú skuldaði sér. Já, hann vildi að ég borgaði honum húsalegu fyrir að búa í húsinu sem við áttum og eigum hann saman. Þrátt fyrir að ég var að borga af láninu og fasteignagjöld og sjá allt. Þannig að þetta er flókið. Þetta er flókið, þetta er svona sem það sem gert upp yfirleitt þegar að það er búið að gera upp fasteignir og selja og þá eitthvað neginn vita lögmenn hvað er mikið í pottinum og það er hægt að vinna út frá því. Já, fólk vil bara semur þetta og ákveður samvinningu, þú veist hvað er sanngjarnt, hver er rétt upphæð og allt það. En þessi litlu reikningar sem hann svo að tína til, það eru, einhverjum myndi segja, kannski tilraun til þess að svona ná til þín, þar sem að það tókst ekki með öðrum hætti. Já, ég var á þessum tímapunkti búin að blokka hann allstaðar á öllum mögulegum uppum og samfélagsmiðlum, meira að segja e-mailum mitt á endanum á hvað ég sortira allt frá, bara þannig að lögmennirnir okkar getur tala saman. Ég treysti mér ekki lengur í þessi samskipti. Ég var búin að skipta símanúmer 2 og það var búin að vera ákveðin léttir að þurfa ekki að horfa á áreiti frá honum poppa upp eða fá óvænt símtöl eða skilaboð. Þannig að þarna hins vegar þá poppa nafnið hans upp, ný krafa frá þessum einstaklingi, svo kemur krafan frá þessum einstaklingi núna á eindaga, ert að gleyma þér 2 á dag, síðan kemur hei, þú glemtir að borga þessum fyrirverandi maka í gær, er ekki til að gera það núna og svo þegar að loksins heimabanka tilkynningarnar láta mig í friði þá fara að koma bréf frá Inkasso. Ertu nokkuð að gleyma þér? Ertu nokkuð búin að gleyma þessum fyrirverandi maka sem þú ætti að reyna að gleyma? Já. Einmitt. Þetta og þetta bara það sem og kalla með beinum hætti fjárhagslegt ofbeldi. Þetta eins og þú lýstir hérna upphafi þegar að einstaklingur, hann bara einhvern veginn svona tekur sér vald yfir fjárhag. Þegar þetta komið í Inkasso, það annað batteri, bankinn eitt og innheimtan þar. Svo komið annað fyrirtæki sem sinnir innheimtunni. Þú væntanlega reynda einhvern veginn tala við bankann og gera grein fyrir þessum innheimtum eða reynda að tala við lögmennina og reynda að finna út því, síðan kemur Inkasso. Hvað gerist þá? Já, það fyrsta sem ég gerði var að auðvitað bara biðja lögmennina minna að díla við þetta allt saman og ég spurði hana hvernig ég gæti snúið mér í því að blokka þennan kröfuhafa í heimbankunum mínum. Þannig ég þyrfti ekki að fá kröfu frá honum. Af því að samkvæmt lögum þá ber ég, ef að skuldin er réttmætt, þá ber ég jafn mikla ábyrgð á henni hvort sem að við komum til að senda mig kröfu í heimbanka eða ekki. Þannig að ég skil ekki okkur að það ætti að vera sjálfsagður réttur hver sem að geta senda mig kröfu í heimbanka. Þannig að það hvarflaði ekki annað að mér en að ég geti bara blokkað hann. En það reyndist tæknilega útilokað, eða það er auðvitað ekkert tæknilega útilokað, það er bara ekki gert ráð fyrir að fólk vilja það, þurfi það eða það sé brota á rétti kröfu hafa landsins, ég veit það ekki. Hún, síðan lögmaðurinn minn hafði samband við Inkasso og vakti athygli að þetta væru tilhöfulausar kröfur, óréttmætir reikningar. Það væri engin lagastoð fyrir útgáfu þessar reikninga og það reyndist mjög flókið og erfitt fyrir hana, lögmaður, að fá áheyrn hjá Inkasso yfir höfuð og þegar það tókst þá var þetta svona, já, við getum kannski bara, þú veist,
látið þetta bara malla svona kantinu, við erum kannski ekki að fara að innheimta þetta af aleflega, en þú veist, þetta eru þetta hérna, og þau láta sig engu varða hvað á bak við útgáfureikningsins. Þau eru bara að veita þjónustu og gera það greinilega bara mjög eins og einhverjir róbotar og láta eins og það komi sér ekkert við í hvað tilgangi verið innheimta eða hvort það er rétt á sér. Og síðan talaði við eitt bankan til þess að komast að því virkilega engin leið til þess að losna undan því áreiti að fá þetta inn í heimabankuminn. Svo var það nei, þú veist, jú, hver og einn banki, ef ég skildi þetta rétt, getur metið hvort að viðkomandi innheimta sé kannski bara allt í lagi eða ef þeim finnst hún eitthvað skrítin þá getur þau lokað á aðgang viðkomandi til að stofna kröfur. Hljómaði ekki eins og mjög fær leið fyrir mér. Þannig að það gekk ekki. Og svo bara halda áfram að koma fleiri og fleiri kröfur og í hvers skipti hefur lögmaður mér samband við bæði inkasso og lögmann míns fyrirverandi til þess að mótmæla og öll láta sér bara fátt finnast. Þau sjá bara ekkert athugavert við þetta og þau segja ef ég man rétt að ef mér líkar þetta ekki þá þú veist, hlýtur þetta náttúrulega bara enda í löginnheimtu og fyrir dómi þá getur bara varið mig þar sem mjög óeðlilegt vegna þess að ég skulda þessum mann ekki neitt. Síðan þegar að innheimtu maskinan hjá inkasso var komin á einhvern ákveðin tímapunkt, búin að reyna eitthvað x oft fyrir einhverja kröfur, þá settu þau upp vöktun hjá Creditinfo sem þýðir að þau fá tilkynningar ef að eitthvað gerist, ef að ég allt í einu hætta borgarreikningar minna, ég veit ekki nákvæmlega hvað myndi tryggjara það að inkasso og löghendan fái skilabóð frá Creditinfo að passa sig á mér. En þau settu það á og afleiðingin af því ef inkasso setur vöktun á kennitöluna hjá Creditinfo að lánshæfið þitt hrapar samstundis. Eins og hjá mér fór það beint úr A1 í C3 bara á sama augnabliki. Og þetta afleiðing sem að inkasso vel meðvitað og þau geta eflaust sleppti að gera þetta ef þeim sýnist svo en mér reyndi finnast það svona sérstaklega það sem þau hafa forsöguna en eins og segir þá vinnur þetta fólk ekki eins og fólk heldur eins og róbotar. Þannig að það einhvern veginn þau eru bara að moka öllum kröfum í gegnum sína ferla og ég gerir mig grein fyrir að þetta eru 1000 eða milljón á dag þannig að það er kannski ekki hægt að setja og spekulir í hverja veitinni en þegar það búið að koma á framfæri mótmælum þá finnst mér lágmarka aðeins að setja smá bremsur á en þau gerir það ekki og Creditinfo síðan veit líka auðvitað þau hönnuðu þessar afleiðingar. Þau vita þetta hvað gerist þegar inkasso setur vöktun á og hvað afleiðingar það hefur og þegar ég hafði samband við Creditinfo til þess að mótmæla þá mér bent á að hafa samband við vöktunar aðalann sem ég svo sannlega búin að gera með engum árangri og þannig að ég lendi bara í því að öllum sama þetta kemur mikið við kröfuhafinn bara eitthvað þú veist við erum svo miklir þrælar auðvalds í hjartanu að það svo ef þú gefur út reikning þá ertu kröfuhafi og færði eitthvað yfirburða status og yfir allan vafa hafinn. Þess vegna getur fjárkúað mannesku beinlinis og bara bókstaflega til þess að ræða við þig persónlega eða bara greiða þig peninga sem að þú átt að greiða inni eða átt enga rétt á. Þetta er alveg ótrúlegt máli. Ég veit að þú hefur sagt mér frá því að þú ert búin að vera í mjög löngum samskiptum við Creditinfo yfir bara út af þessu máli. Og það eru svona tölvuportar sem bara svona ganga fram og tilbaka. Og ég meina, hver eru svörin? Nú ertu komið niður í lánshæfi úr A í D og
og það, við vitum það öll sem að búum í þessu kapitaliska samfélagi að það er bara saman sem allavega mjög miklir erfiðleikar framundan, eins og segir, ég meina þú kemur úr skilnaði og að finna sér nýtt húsnæði, allt þetta sem fylgir, það einhvern veginn hefur verið kippt undan þér og þetta gerði þetta bara upp á aðra komna. Já, ég hef ekki fjárhagslegt sjálfstæði. Það er rosalega skrítin staðar enda því ég hef ekkert gert af mér til að verðskulda það og í rauninni ætti enginn að verðskulda það. En það sem að Creditinfo hefur sagt þau senda mér bara sömu svörin aftur og aftur og aftur og ég er alltaf að tala við einhverja nafnlausa fulltrúa. Ég skil alveg að þú vinnur hjá Creditinfo að þú vil ekki setja nafnið þitt undir en það er rosalega skrítið að þurfa að rökræða við einhverja manneski sem þú veit ekki hver sem hefur þetta rosalega mikla vald í rauninni yfir mér yfir lífið bókstaflega og framtíðinu og það eina sem að kemur tilbaka í flest tilfellum er bara template. Við bendum þér á að hafa samband við komandi kröfuhafa nánari upplýsingar. Við erum búin að hafa samband og það eru lögmætar ástæður að baki og ég sé alltaf á móti ég andmæli þeirri niðurstöðu. Hverjar eru þessi lögmætu ástæður? Þú veist, að því að það er örugglega fullkomlega lögmætt að innheimta kröfu sem er byggð á reikningi sem var gefin út vegna þess að það var eitthvað svona samkommulega samningur. Ef ég skulda sannlega einhverjum pening og vil ekki borga endilega innheimtu það og farðu með alla þessa ferla, það er allt í góðu og þannig að þegar að Creditinfo spyr inkasso af hverju er það að vakta þá segja þau við erum með kröfur innheimtu og þar með málinu lokið að hálfu Creditinfo, það er lögmætt, það er fínt. Síðan þegar að lögmaður minns fyrirverandi fletti mér upp á vanskilaskrá þá hafði það líka áhrif þá dætti úr C3 niður í D1 og það var í rauninni þá sem ég byrjaði virkilega að tala við Creditinfo eða ekki tala við þau, ég er bara að tala við einhverja nafnlausa fulltrúa og að því að þetta er búið að vera svo yfirgengilegt og svo mikið og það er útilokað að fá áheyrn eða úrlausn neinstaðar þannig að þegar ég sá að lögmaðurinn sem hefur látið þetta viðgangast vitandi betur, hann er ekki bara einhver lögmaður í bæ, hann kennir refsirétt við HÍ og hefur gert í mörg ár þannig að hann hlýtur að vita fullkomlega hvað þetta er galið. Hann sem sagt gerði uppflettingu til þess að gá hvort að ég væri með einhverja skráningar á vanskilaskrá og ég mótmælti þeirri uppflettingu formlega, það er einhvers konar takki hann inn á Creditinfo, þess að ég get bara ítt og sagt þetta á sér ekki neina stóð og það var í loka apríl ég er ennþá að rökræða við Creditinfo af því að þau fara bara alltaf aftur og aftur tala við lögumstofuna, eða sendur bara e-mail, spyrja hefðu þau lögmæta ástæði fyrir þessu uppflettingu og þau segja já og þá fæ ég svar það var lögmæta ástæða, hafðu samband við þau ef þú vilt fá nánar upplýsingar og ég hef ekki lengur tölaði hvað ég búin að svara svo oft og á endanum bara, ég held að vera í gærið í fyrradag að þá var mér svo nóbóðið að ég pakkaði svolítið saman í einn mótmælapóst og útskýrði fyrir þeim hvers konar ofbeldi er hægt og er verið að stunda með því að nota kerfið þeirra sem vopn gegn fólki og að í mínu tilfelli er það bæði þessi lögmaður og inkasso og ég þurfti að segja fólki sem ég veit ekki hvað er hvað hefur gengið á lífinu, hvaða afleiðingar það hefur haft, hvaða aðferðir hafa verið notaðar og í þeirri von að það finnist einhver staðar, einhver manneskuleg
ég veit ekki. Eða bara svona, eitthvað svona einstaklingsmiðu nálgun. Því að nú, sko, ég velti þessu fyrirtæki Kreditinfo mjög mikið fyrir mér. Einfaldlega vegna þess og ég ætla bara að segja það hér með, ég á vanskilskrá, vegna þess að það ekkert grín að komast það. Nei. Það nefnilega að, þú veist, það dettur ykkur einn reikningur og svo bara verður þetta einhvern svona snjóbolti og það mitt, þú dettur í eitthvað svona vöktun og þetta svona eins og botlaus hít. Þetta er svo fangelsi. Ég veit það. Sko, og það geta liðið mörg ár fyrir fólk að reyna að komast upp úr og þú veist, í hærra lánsæfi og þetta fátæktagildra algjör. Kreditinfo verandi einhverjutæki þá hef ég svo oft velt fyrir mér svona hvers vegna í ósköpunum lífsgæði mínum lífsgæði mín eru sett í hendurnar á einkafyrirtæki út í bæ sem fá aðganga alls konar persónu upplýsingum mig án þess að ég hafi nokkuð tímann samþykkt það og þetta er svo brjáluð pæling. Já, ég er svo sammála. Og nú einmitt ég heyra hjá þér að það ekki nóg með það að fyrirtæki geti staðið í þessu, tekið svona framfyrir bara líf einstaklinga og tekið yfir líf einstaklinga og bara eyðilagt alls konar hluti, gert fólki erfiðara fyrir, það missir heimili sín eða kemst ekki einmitt jafnvel inn á leigumarkað vegna þess að það ekki hægt að taka tryggingun eins þar. Þetta bara viðheldur ykkur svona ég fátæktagildra. Þannig að ég man ekki alveg hvert ég var að fara með þetta en þetta er alveg svona sláandi. Ég velti fyrir mér sko hvernig hefur þið liðið með þetta? Af því ég veit að það er erfitt að fara í gegnum skilnað, það er erfitt að fara í gegnum svona eitthvað toxic ofbeldis fullan skilnað og verða svo áfram fyrir ofbeldi, það er eitthvað sem að markar spor. Já, ég verð að segja, ég er orðin frekar dofin og fjarlæga þessu af því að ég er örugglega í betri stöðu en flestar aðra konur eftir erfiðan skilnað eða sem hafa lent í fjárhagslega ofbeldi af því að ég hef sem betur fyrir ágætistekjur og vel menntuð og í sjálfu sér mér engin vorkunn. En það sem að gera mig alveg brjálaða þetta kerfislæga ofbeldi og fullkomið sinnuleysi og algjör frávísun á allri ábyrgð og meira að segja fannst mér þegar að ég benti á að lögmaður hefði flett mér upp á vanskilaskrá fullkomlega ástæðulausu eftir einhver mánaðarsamskipti fram og tilbaka þá umguðu þessi yfir mig og sagði við erum búin að afmá afleiðingar af þessari upplætingu þannig að við erum búin að leiðrétta þennan flokk sem að matið droppaði út af þessum ágreiningi sem augljóslega þetta er ekki ágreiningur krafan á sér enga stoð og síðan sögðu þau en eitthvað svona þau fullvissuðu mig að það sem hann fletti upp var hvað væri á vanskilaskrá hjá mér og það var hvort sem ekki neitt það var ekki á vanskilaskránni hjá mér. Það komið fyrir. Þannig að fyrir þeim var skaðinn sá að hann hefði getað séð skráningar ef það hefði verið til staðar og þetta hafði áhrif á lánshæfismatið mitt. En fyrir mér það gjörningurinn, ásetningurinn, hann fær sér aðgang að persónulegum upplýsingum um mig, jafnvel svo staðreynd að ég hafi ekki verið með skráningu, líka persónulegar upplýsingar sem að hann á ekki að ganga í bara á því honum sýnist og líka að því að hann veit að það er vöktun hjá Inkasso. Ef hann vantar upplýsingar um mig, þá getur hann bara spurt þau vegna þess að þau eru á þjónusta sem að skjólstæðingin og síðan þegar að lögmannstofan hafði þurft að svara ég veit ekki hvað oft nokkur sinnum að já, það voru lögmættar ástæður að þá fóru þau að gefa meiri skýringar og fóru að segja að við erum að undirbúa stefnu, við erum að fara að innheimta kröfur á þessa konu og alltaf segði tilbaka það engar kröfur til að innheimta ef þetta er það sem ég held þá þetta
reikningar sem eiga sér ekki stoð og samt sem áður eftir að hafa reynt ítrekað að útskýra viðkomandi ekki með neitt case, hann ekki að fara að stefna mér vegna þess að lögmaður sem prófessor eða lektor, hvað hann í refsirétti, veit alveg, hann ekki að fara að stefna mér til að borga kröfur sem ekki til. Þannig verið að búa til einhvers konar skýringar eftir á eða ég veit ekki hvað í ósköpunum gengur þarna á. Væntanlega vegna þess að ég meni það eitthvað óeðlilegt þarna. Þetta eitthvað mjög skrítið. Þannig og núna í september, þetta búið að vera síðan í apríl, ég ekki ennþá búin að sjá þessa stefnu sem að Creditinfo hefur fengið upplýsingur að sé í undirbúningi og hefur fengið gögn því til sönnunar sem þau líka neita að afhenda mér. Þannig að þau ekki búin að rannsaka málið, búin að fá upplýsingar sem varða mína hagsmuni og þau ítrekað að ákveða þetta bara allt í góðu lagi, hér ekkert athugavert og þetta ekki vandamál vegna þess að það var ekkert að sjá og það hvað sem búið að laga lánshæfið. En það sem að vantaði kannski upp á af því að augljóslega skilja þau ekki hvernig líf fólk virkar undir hælnum á þeim að það vantaði kannski bara samhengið, hugsaði mér. Þú veist, það þarna inkasso, lögheimtan, það lögmaður, það Creditinfo. Þetta eru 4 aðilar sem allir hafa ákveðið vald öll í sameiningu að beita því til þess að svipta mig fjárhagslegu sjálfstæði og öryggi. Og það engin svona trúnaðarmaður fyrir skuldara á neinum af þessum stöðum. Ég veit ekki, en ég ekki skuldari. Já, eða fyrir myndaskuldara. Nei, og það var... Já, fyrir þólandan í þínu tilfelli. Já, og það meira að prófa að fara nú við Creditinfo og finna út úr því hvernig þú getur kvartað eða beðið upplýsingar. Það nánast ekki hægt. Þannig að já, þetta bara óbærslega skrítið og óbælsfullt kerfi í eðli sínu og eins og þú bendir á með til dæmis leiguhúsnæði, það ekki bara það að fá leigutryggingu, heldur líka bara leigusalarnir sjálfur. Þeir eru farnir að fletta fólki. Já, þú veist, að því á endanum flutti ég út úr þessu húsi og þurfti að fara á leigumarkað. Leigusalar hætti að tala við mig eftir að þeir fengu kreditskorum mitt, af því að ég meina það eru 200 manneskjur hverja íbúð og leigusalar eru líka í valdastöðu gagnvart þannig að þeir geta beðið þetta og þú ræður hvort þú afhendir þeim það ekki, en þeir eru ekki að fara að leigja einhverju fólki sem með minna en topp engun og mér finnst það líka mjög óeðlilegt. Bara svo það sé sagt. Já, ég meina, það auðvitað ansi margt sem getur komið til þess að fólk endar á vanskilaskrá og ég meina eins og ég búin að opinbera hér með, af því að fólk á þetta ekkert að skamma sig fyrir þetta. Að vera á vanskilaskrá hjá einhverjum þriðja aðila út í bæ sem safnar því persónuupplýsingum þvert geð og einhvern veginn dreifir þeim til aðila og bara selur til aðila í þinni óþökk. Ég persónulega er vanskilaskrá vegna lánasjóð námsmanna eða sem heitir nokkuð annað í dag. Þannig að ég veit alveg hvernig að eiga við þetta batteri af því að það krafa sem ég var ekki sátt við. Og svo bara tekur þetta tíma og enginn hlustar á mann og svo einhverjum tímapunkti þá maður bara svolítið, gest maður bara svolítið upp fyrir þessu. Eðlilega. Bara hvað ég að gera? Þetta bara minn stóri dómur. Ég verð þá bara þessi kona sem að mitt get ekki, ég má gega kort og getur ekki verið með netgíró eins og hinnir. Aur-appið, það gengur ekki. Þetta svona ýmislegt. Þú veist, það eru litlu hlutir en svo þetta líka stóri hlutir en svo þetta líka það að þetta situr þungt á sálinni. Það gerir það. Já. Og þó maður reyna að láta svona hluti ekki hafa á sig áhrif og það rosa margt og eins og þú gerir, þú veist, þú taldir upp þú veist, ég góður stöðu og velmentu og allt þetta en þú veist, það breytir því ekki að þetta ofbeldisfullt. Já. Og þetta ofbeldi sem þú ert að verða fyrir og það hefur áhrif. Já, það gerir það. Sérðu, ég meina, hvað segir lögmaðurinn þinn við þessu öllu saman? Hún búin að reyna
allt sem hún getur til þess að, ég veit ekki, ég er ekki að kvóta hérna, en koma vitinu fyrir hinn lögmanninn og skjólstæðing hans. Hún búin að reyna að tala við lögheimtuna og inkasso og meira segja hún bara fær varla áheyrn og hvað þá úrlausn. Þannig að það var hún sem benti mér á að þetta er mjög augljóst dæmi fjárhagslegt ofbeldi og hún vísar í Istanbúl-samninginn sem hefur með heimilisofbeldi að gera og hún hefur álætt mér að kæra þetta ofbeldi sem ég mun gera mjög fljótlega. Þetta bara hættir ekki. Ég er ekki búin að vera að bíða eftir því að einhver segi að þetta er bara djók. Já, þú veist, en þetta er bara fúlast alvara þannig að ég mun kæra þetta. En ástæðan fyrir því að ég var til í að tala þetta er svo að réttlætiskendin er að bugast, ekki bara fyrir mína hönd heldur allra sem er að díla við öll þessi sálarlausu gróðafyrirtæki sem elska að taka þátt í fjárhagslegu ofbeldi greinilega og fá pening fyrir það og þetta verður að breytast. Ég get ekki ímyndað mér hvað er mikið af fólki sem er í sömu sporum og er ekki aðstöðu til þess að berjast gegn því eða mótmála nokkurn hátt af svo mörgum ástæðum. Þannig að ég get ekki bara að droppa þessu. Ég var að tala þetta viðtal sem ég ætlaði að taka í dag við mannesku sem ég hitt í dag og við komum til að segja mér bara, já, heyrðu, ég þekki eitt svona mál mjög persónulega og það er bara eitthvað sem er náinn mér í mínu nærumhverfi þannig að ég ímynda mér að þetta sé mitt eins og segir, þetta er algengt og það hefur aðeins verið fjallað fjárhagslegt ofbeldi og hvernig oftast kallar beita fjárhagslegu ofbeldi í garð kvenna og oft er það einmitt eftirskilnað sem að þetta er svona nýtt sem einhver svona loka úrræði eða loka hnykkur í að koma einhverjum skilabóðum áleiðis eða skemma eða eitthvað og ég veit fyrir víst að dómsmálaráðherra hún hefur talað fyrir því að ætla að fara í stórkostlegar úrbætur á kerfinu í þar sem hún ætlar að vera með hag þolenda leiðarljósi. Áttu vona því að þetta verði eitthvað sem að verði skoðað? Ég ætla rétt að vona það. Hvaða fólk þarf ég að tala við til þess að við pröfa að senda henni hvatningu, ég er ekki viss hún horfið samt. Nei, það verður að breyta einhverju. Það er ekki bara hægt að leyfa enga fyrirtækjum að taka svona mikið vald yfir lífi fólks og taka algjörlega umhugsunarlaust þátt í ofbeldi sem er búið að vekja athygli þeirra á að sé verið að stundi gegn kerfið þeirra. Akkurat. Sæja Marinósdóttir, þakkar kærlega fyrir að koma og segja ykkur söguna þína. Þetta, ég vona að þetta leysist fyrr en síðar fyrir þig. Þetta er auðvitað erfitt mál og veit að hefur tekið toll og ég bara þakka kærlega fyrir hugrekkið. Það er nefnilega krefst hugrekkis að koma fram og svona, bera á torg sín persónulegu mál. Takk fyrir. Og dókið við því að það er meira hér handa við auglýsingar. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið í sæl og blessuð og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Ragnheiður Davíðsdóttir og í þessum þætti höldum við áfram að fjalla heilbrigðismálin. Núna dálítið, hvað ég segja, erfitt málefni sem er, vil ég meina dálítið falið í samfélaginu og það er Alzheimer. Það er sagt að samkvæmt upplýsingum frá Alzheimer-samtökunum að það séu 5.000 til 6.000 mann á Íslandi sem að eru með einhvers konar heilabilun
og til þess að ræða þessi mál hef ég fengið hérna Kristínu Kristófersdóttur sem reynslubolti, getum við sagt, í að annast Alzheimer sjúkling. Því maðurinn hennar greindist með Alzheimer þegar hann var einungis 52 ára. Vertu velkomin, Kristín. Takk fyrir. Mér langar til þess að spyrja þig fyrst, bara svona rétt til þess að setja áheyrendur og áhorfendur inn í málin. Hvað Alzheimer? Alzheimer sem sagt heilabilun og getur verið alls konar og minn maður sem sagt með svona venjulegt Alzheimer sem hann með. Og þetta lýsir sér svona eins og þú segir réttilega, hann með svona snembært Alzheimer sem þannig að hann var einungis 52 ára gamall þegar hann fær greiningu og hann búinn að vera með þennan sjúkdóm í 8 ár og svona fyrstu svona einkenni þegar svona við vorum fann átt okkur á því að hann var að breytast, að það var svona kannski 2 árum áður en hann færi greininguna sjálfa og þá var það svona meira svona, þetta voru svona persónleika svona truflanir svolítið og hann var farin að verða svolítið svona áhugalaus og svona sinnulaus og hann hafði verið starfandi sem skipstjóri í mörg ár og hann svona var komið svona verkkvíði í hann líka og hann átti svona erfitt með þegar hann var að gera svona vaktaplön og annað sem hann hafði nú yfirleitt verið fljótur að gera, þá var það að fara að taka svona langan tíma hjá honum og svo var komið svona líka að byrja svona verkstól í hann líka sko, þannig að hann var svona átt orðið erfiðleikum með hvernig kaffikannan virkaði og svo voru þetta líka svona auðvitað minni líka, þannig að hann var farin að gleyma töluvert miklu sko. Þannig að svona óvenju, manni fannst þetta eitthvað skrítið sko og hann var alltaf að týna einhverju, þú veist, týna úrinu sínu eða beltinu sínu eða einhverju og lyklunum líka og þá var þetta alltaf svona, þá var hann alltaf að tala að einhver hefði stólið þessu frá sér sko. Þannig að svo fórum við bara að leita og þá fannst þetta, þannig að grunaði ykkur einhvern tímann að þetta gæti verið Alzheimer? Sko, það nú málið sko, okkur datt nú fyrst í hug kannski þetta gæti verið kulnun. Og svona 2 slæmum kostum þá hefði maður frekar valið það en Alzheimer þó að það sé líka alvarlegt en sko í rauninni kannski bara vildi maður svolítið útiloka það sko. Ég var með mömmu þegar hún var orðin öldri kona og komið með svona öll í glöp og var búin að fara með henni sko með hana í gegnum minnismóttökuna á Landakoti. Og ég verður að segja það sko, það voru farin að vera þarna svolítið lík svona einkenni hjá þeim báðum. En ég bara gat ekki hugsað mér þetta sko. Ég bara fór í afnetin, ég sagði bara þetta getur ekki verið að fara að koma fyrir okkur að þú veist að minn maður sé að fá heilabilun. Það bara. Og klófin ungur. Já, bara svona ungur maður og þetta bara lítur að vera bara einhver vitleys í þér sko. Þannig að ég svona bara reyndi svolítið að setja þetta til hliðar sko. En hvernig hann fær greiningu þannig að hann er 52 ára já. Og eftir því sem hann sagði mér þá var hann svona frekar, vil ég meina, kuldalegt viðmót sem þið fengu. Þetta er náttúrulega heilmikil tíðindi að færa fjölskyldu. Algjörlega sko, þetta setur alltaf kól hjá manni sko og maður á svona að vera svolítið í blóma lífsins en þetta bara breytist í martröð. En þetta sko, það var komið að þeim tímapunkti að hann fór í veikindaleyfi og vegna þess að þeir voru farnir að gera athugasemdir með störfin hans og þannig að það var þá næsta skref að fara til heimilislæknis og fá sem sagt, hvað við ættum að gera, hvort þetta væri kulnun eða hvað þetta gæti verið og þar fór hann í minnispróf og kom ekki vel út því minnisprófi. Þannig að það var ákveðið að hann færi áframhaldandi þá á Landakoti á minnismóttökuna þar í frekari greiningu. Og það var rosalega erfiður tími. Þetta fóru 4 mánuðir í þessa greiningu. Alls konar próf, minnispróf og myndatökur og heila og til þess að þetta gætu kannski verið einhverju blóðtappar eða eitthvað sem væri að valda þessu og sem var ekki.
og þetta voru það mænu ástungun og taugasálfræðipróf og síðan fór hann í þessa jáendaskanna sem var þá ekki komið til Íslands, þannig að hann fór til Kaupmannahafnar og það var svona eins og lækninn sagði svona til þess að velta öllum steinum við, þannig að það væri ekki verið að, þetta væri ekki einhverju aðrir sjúkdómar og þetta einhvern veginn þetta bara lá við að það voru öll próf sem sýndu fram á þetta væri Alzheimer og við svona þetta var rosalega erfiður tími og maður einhvern veginn bara var í lausu lofti einhvern veginn með þetta og bara maður vissi ekkert hvað var að fara að taka við og bara svona, svo fer einhvern veginn bara, fer maður að hugsa það versta og þetta var bara rosalega svona leiðilegur og erfiður tími. Nú eru margir sem hafa svona hálfgerðar ranghugmyndir Alzheimer og þegar ég var að ræða þetta svona í mínum innsta hóp fyrir þáttina þá var alltaf spurt, er hann þá orðinn aggressífur, er hann þá orðinn ofbeldisneigður? Það eins og það hangi einhvern veginn í loftinu en það eru auðvitað ýmsar birtingamyndir á Alzheimer. Það eru rosalega margar birtingamyndir og það má kannski að því varst að tala sko kuldalegt viðmót áðan að þegar við förum svo til læknisins og hann tilkynir okkur þetta sé Alzheimer að það voru frekar svona kuldalega kveðjur. Þannig að það var í rauninni bara, þú ert komin með þennan sjúkdóm, Alzheimer, það var ekki farið neitt í gegnum það hvað væri að fara að taka við eða hvernig einkenni sjúkdómsins væru, þá maður væri kannski búin að lesa sér sjálfur til það og það var bara skrifað upp á lyfseðil fyrir hann, lyf sem áttu bara að hægja á einkennunum og síðan fórum við bara heim og þeir komið svo eftir 2 mánuð og við tökum stöðuna með lyfin. Þannig að minn maður í rauninni sko í þessu ferli meðan hann var í veikindalegi vorum að bíða, hann áttaði sig ekkert á alvarleika málsins og og hann nú frekar bjartsitt maður sko og hann var alltaf bara nei, þetta er ekki Alzheimer, ég á eftir að ná mér á strik og ég verð fann að vinna aftur í haust en svo þegar hann fær þetta að hann sé komin með þennan sjúkdóm, en alvarlega sjúkdóm, Alzheimer, að þá var hann bara alveg brjálaður sko, hann bara fyrir fram að læknin sko, hann var bara rosalega reiður, skiljanlega og þá bara átti hann sá bara hvað er ég að fara að gera, ég er að fara að missa vinnuna og hvað er að fara að taka við. Og hvað tók við? Já, það bara við fórum heim og bara þurftum aðeins bara að reyna að hugsa okkar mál og við eigum 2 dætur, önnur nú farin að er farin að búa og svo hún var nú bara 15 ára sko þegar þetta gengur yfir og við vorum svo sem búin að ræða þetta gæti verið möguleiki, þetta gæti verið þessi sjúkdómur en maður svo sem var alltaf að vonast til þess að það væri ekki og við erum bara aðeins að reyna að anda bara og sjá hvernig við ætlum að taka á þessu. Dóttir mín, hún hjálpa okkur rosalega mikið eldri, hún er lögfræðingur með svona öll hans réttindamál, var bara gríðarlega mikill stuðningur þar og því þetta er bara erfitt, þetta er mikill hrærigrautur. Var það virkilega þannig að það var enginn sem greip ykkur eftir þessa greiningu? Nei, það má ekki segja það, nei, það var enginn sem greip okkur. Þið fóruð ekki á námskeið sjúkdóminn? Nei, það var ekkert sem að greip okkur þarna, við bara hann fer bara með þennan lyfseðil heim og ég var í rauninni sko, ég hringdi svo í læknin vegna þess að ég sagði við Jónas sko að nú er þetta bara verkefni sem að það væri búið að færa okkur upp í hendurnar og ef að ég ætti að taka þátt í þessu með honum að þá yrðu við að vera opinská með þetta og það yrði ekki feluleikur með þetta því þetta verður stundum feluleikur. Og þetta er svolítið eins og með geðsjúkdómana. Allt sem er svona heila tengt að það er einhvern veginn fólk vill helst ekki ræða það. Og ég hringdi í læknin og ég sagði við hann bara vissu það, við verðum að geta að tala við fólk á okkar aldri. Sem betur fyrir er ekki margir sem er að greina svona snembærir en þetta er alveg til og þessu fer fjölgandi og ég sagði við hann, við getum ekki verið í stuðningshópum með fólki sko 70 plus. Við verðum að geta verið innan fólk á okkar reki. Þannig að þá er það sem að hann var svo vinsællegur og bendir okkur á Alzheimer samtökin og það var þá svona fór þetta ganga miklu betur sko þannig að við fórum þangað og það var tölum við félagsráðgjafa og það er eiginlega hann sem að
svona fer með okkur í gegnum þetta, svona hvernig sjúkdómurinn og þróunin og svona lífslíkur, þetta er auðvitað alltaf dauðadómur sko, þetta endar þannig, það er ekki til neinn lyf, það er ekki lækning til við þessu, þannig að og við vorum svo heppin á þessum tíma líka að það var fólk svona sem var að greinast á svipuðum tíma og hans svona snembært og við sem sagt gátum, það var að búa til lítinn hóp og við svona við stofnum frumkvöðla saman og vorum svona að reyna að kynna þetta svolítið og þetta var til þess að hópin stækkaði mjög fljótt sko og þá bara fór allt í gang og við gátum svona hann var alveg ómetanlegur þessu hópur og við höfum alveg haldið saman sko og gerðum margt skemmtilegt og ég man að maðurinn minn tala oft það hvað var gaman að hitta fólki sko. En eftir greininguna Kristín, hvernig þróaðist sjúkdómurinn meðan hann var enn heima? Sko hann gat átt, ég myndi segja hann hafi átt svona 3 góð ár heima, svona allavega 3 góð ár og hann var sko hann var alveg þokkalegur þá sko, hann gat verið heima, hann svona reyndum að halda rútinu, ég var í minni vinnu náttúrulega bara, þannig að hann vaknaði á mótnana með mér og við eigum hund sem hann var rosalega duglegur að fara út með og gefa honum að borða og hundurinn var í rauninni, hann hjálpaði honum alveg rosalega mikið hundurinn og hann var duglegur að fara út að ganga og hann fór í ræktina og við stundum sjósund líka saman og hann var duglegur að púsla líka og var alveg ótrúlega eiginlega duglegur með það sko. Hvernig voru einkennin á þessum tíma? Sko hann var í rauninni bara, þetta var svona allt í lagi, þetta var alltaf verra minnið hjá honum og en svo kannski svona undir það síðast þegar hann gat verið sko þegar hann var búin að vera heima 3 ár, þá sá maður svona að hann var að verða svona óvirkur og hann var farin svolítið að týna sér sko, þannig að hann átti til dæmis þegar hann átti að fara út með hundin þá hann fór alltaf sama hringinn með hundin og hann var svona farin að villast svolítið. Þú er ekkert verið hrædd hann? Nei, ég var aldrei hrædd með hann sko. Og hann skilaði sér, þú veist, hann var bara lengur að öllu og þú veist, hann þannig að hann var að villast svolítið líka við áttum heim í blokk og hann var að villast svolítið í stigaganginum, fara á vitlaus og hæð og þannig að hann var svona, hann átti orðið í erfiðleikum með að fara í fötin sín líka og svona var nú kannski ekki alveg svona því ég var ekki heima allan daginn þannig að ég held að hann hafi nú ekki alltaf verið að næra sig alveg nógu vel heldur, þannig að maður sá að virknin var orðin lítil og það þurfti að fara að gera breytingar, þannig að og ég bara svo lánsum að ég er búin að hitta svo mikið góð fólki sem hefur hjálpað mér og það hefur eins og í Alzheimer-samtökunum líka mikil stuðningur þar bæði við skjólstæðinga og líka við makana líka og þannig að ég var alltaf verið rosalega lánsum með að þetta hefur einhvern veginn komið alltaf upp í hendurnar á okkur á réttum tíma og þessum tíma þarna eftir 3 ár heima þá sem sagt var komið að því var farið að benda mér á að það væri kannski ágætt að fara í dagvistun og ég nefndi það við hann og hann fór í Hlíðabæ sem er alveg frábær dagvistun, mamma mín hafði verið það líka og það er rosalega mikil virkni en það verður svo segjast eins og því það er stundum talað þennan sjúkdóm sem sjúkdóm aðstandenda og ég tek svo undir það vegna þess að maður þarf að taka allar ákvarðanir og ég gat aldrei rætt þetta við Jónas og hann varð bara reiður og fannst ekki tímabært að vera að tala um þessi mál og bara eins og með að þegar hann hætti að keyra til dæmis, hann hefði ekki fundið það sjálfur sko, honum fannst hann alveg vera fær að keyra en maður var fann að sjá að það var ekki alveg að ganga nógu vel hjá honum og þá þurfti maður svona eins að ræða við hann með sko, þú veist hvað ef einhvað kemur fyrir, það væri svo hræðilega sárt sko og væri þá ekki betra þá bara að hætta keyrslunni. Þannig að hann var auðvitað mjög ósáttur með það fyrst en hann var alltaf svona frekar fljótur að jafna sig og ég skil það alveg þegar þú ert svona ungur að það er svona verið að rífa allt frá þér sko og sama með dagvistunina líka þegar ég fór að nefna það við hann að þá fannst honum bara að ég væri að bóla sér út af sínu heimili þú veist þannig að það var bara þannig þannig þetta voru alltaf erfið mál sko að tala við hann með.
Ég á vinkonu sem á eiginmann sem greindist þegar hann var á 70-aldri. Ég held að sé 10 ár síðan hann greindist og hann var í Múlabæ og en þetta í dag. Sjúkdómurinn hans hefur þróast aðeins öðruvísi heldur en hjá Jónasi. Hann enn heima milli þess sem hann í dagvistunni og það í rauninni svolítið skemmtilegt að segja frá því að vinkona mín, hún tekur þetta svolítið á húmórnum. Hann að gera alls konar vitleysu sem kannski ekkert hættuleg, skilurðu. En hann á það til að vakna á nóttunni og skrúfa frá vatninu í öllum krönum. Hann á það til að kveikja á eldavélinni og þetta auðvitað hættulegt. Einhverju sinni fór hann út þó að það væri búið að gera ráðstafanir að hann kæmist ekki út, þá einhvern veginn lærði hann á hurðina og fór út og viltist og kom alveg ómögulegu tilbaka. Það var annað líka sem hún saði mér sem að mér fannst svolítið merkilegt að ef hann fór eitthvað, til dæmis í sumarbústað með börnunum sínum eða eitthvað svona var öðruvísi heldur en venjulega, að þá tók langan tíma að venja hann við aðstæðum og hún sagði einmitt að það væri svo mikilvægt þessi rútína, bara að það yrði enga breytingar. Þetta sammála því? Já, algjörlega sammála. Þessi sjúkdómur þannig að það þarf að vera röð og regla á öllum hlutum og allar breytingar fara mjög illa í þennan hóp fólks sem með þennan sjúkdóm. Þannig að en ég sem betur fyrir var svo heppið með Jónas að ég var einhvern veginn aldrei hrædd með hann og hann var ekki að kveikja á eldavélinni, hann einhvern veginn lét það bara vera og hann svaf alltaf bara svona frekar þokkalega vel sko, þannig að hann var ekki að koma sjálfur sér í hættu á neitt nátt. Nei, ég gat ekki, það var aldrei neitt slíkt sko. Og við áttum bara mjög skilningsríka nábúa sem að, þú veist, vissalegu hvernig staðan var með hann sko og og bara, þú veist, þetta var aldrei neitt vandamál með það sko. En það var auðvitað mjög gott þegar hann fór í þessa dagvistun í Hlíðarbæ því að þar var svo frábær virkni og að því að við vorum búin að stofna hana frumkvöðluhópa þá var svona reynt svolítið að koma fólki þangað sem að var með sem hafi verið að greinast yngra og þau voru bara nokkur úr frumkvöðluhópnu sem voru þarna niður í Hlíðarbæ og það var alltaf einhvað að vera þarna, það var aldrei dauðupunktur sko, þannig og reynt að koma til móts við sko svona einstaklingsþarfir, það var allt, þau voru svo flink að finna út hvað væri hægt að gera þannig að þeim myndi líða vel sko. Hvað var hann lengi á Hlíðarbæ áður en hann fór á grund? Hann náði að vera þarna í 2,5 ár. Hann átti 2 góð ár þarna og þegar hann var nú búin að sætta sig við að vera þarna þá var hann bara rosalega glaður. Hann félagslindur og finnst gaman að spjalla við fólk og hann gat verið þarna innan fólk sem hann þekkti og þau voru að fara mikið út að ganga og í sund og alls konar, alltaf eitthvað að vera. Fara á kaffihús og bara mjög skemmtilegt. En eftir þessi 2 ár, það var síðasta hálfa ári sem að var mjög hann eiginlega gat varla verið þarna. Þetta bara svo dásanlegt fólk þarna og þau hjálpuðu mér svo mikið og þau vissu að ég væri útivinnandi og þau voru alltaf að reyna að finna lausnir þannig að hann gæti verið þarna meðan ég væri að bíða eftir hjúkrunarheimili og þannig að það var sumir voru að mæta fyrir í vinnuna, þú veist, þetta átti að byrja klukkan 8 voru að mæta korter í til þess að ég geti komist í vinnu og þau voru bara alveg frábær sko og svona lausna miðuð. Þannig að, en hann var farin að vera erfiður þarna vegna þess að hann var bæði farin að vera mjög illa áttaður og hann hafði lítið tímaskinn þannig að hann fannst alltaf eins og hann ætti að fara heim og hann var farin að trufla svo mikið og hann var farin að trufla hina sko skjólstæðingarna svo mikið, þeir voru líka orðnir svo órólegir og svo var hann líka bara farin að sýna sko starfsfólkinu svona ógnandi hegðun og þannig að þetta gekk ekki lengur sko en þau hjálpuðu mér alveg rosalega mikið að svona með næstu skref. Þannig að það eru allir sem ég hef talað við sem að hæla mjög dagvistinni í Hlíðarbæ og reyndar á öðrum stöðum sem að boðið upp á slíkt. En svo eins og það sé
ekkert millistig fyrir þetta fólk. Það verður bara að fara inn á hjúkrunarheimili. Það næsta skrefið. Og þar það innan fólk sem mjög misjaflega á sig komið og virðist vera lítil virkni í gangi. Þessi vinkona mín sem farin að hugsa úrræði fyrir sinn mann þegar hann getur ekki lengur stunda dagvistina. Hún fór og skoðaði svona hjúkrunarheimili sem stóð til boða og henni leist ekkert á blikuna. Þetta var eiginlega engin virkni þarna og þetta var eiginlega bara hálfgerður geymslustaður. Og hún nefndi það við mig að hún vildi sjá svona einhvers konar sambýli eða eitthvað slíkt þar sem væri hægt að fólk gæti verið með aðstoð, fagaðila og væri í meiri færni heldur en það fær inn á hjúkrunarheimilunum, þú veist. Þannig að, ertu sammála þessu eða? Já, sko, svona eins og með Jónas, þegar hann gat ekki verið lengur í Hlíðabæ, þá tók svolítið við að því að yfirleitt þarf maður að bíða svona hálft ár eftir að fólk kemst inn á hjúkrunarheimili. Og ég vissi það alveg, þannig að það var verið að reyna að finna úrræði á meðan og hann fer, að því hann var orðinn svo erfiður í umgengni að þá fer hann á Landakot og þar í mánuð og það átti að vera svona til þess að reyna að lyfjastilla hann. Og það verður að segjast eins og að hann var, þegar hann kemur út þaðan, þá, mér leist nú ekkert á blikuna þá, því að hann var búið að lyfja hann svo mikið og hann var bara, fólki bara brá þegar að sá hann, sko, hann var alveg bara flatur, sko. Þannig að og svo fer hann á Grund og þar í, sem sagt, svona hvíldareinlegunum, fór í 2 svoleiðis og ég var sjálf búin að skoða mikið af heimilum og ég alveg viss það að það eru allir að reyna að gera sitt besta. Þetta er mikið af góðu fólki þarna og ég held kannski, þetta svolítið vand með farið. Þetta væri kannski bara ef einhvert hjúkrunarheimilana kannski gæti tekið að sér að búa til svona deild fyrir eins og þá sem eru með Alzheimer svona ungir. Já, það það sem og það sem væri þá kannski meiri virkni. Og til dæmis eins og með minn mann þegar hann var í hvíldareinleikunum inn á Grund að þá sko það var ýmislegt í boði. Hann gat farið í sund þar, þú veist það fullt af listamönnum sem koma og eru með alls konar skemmtun fyrir heimilisfólkið og sjúkraþjálfur, iðjuþjálfur og allt þetta. En mínu manni að því hann var svona sterkbyggður og var búinn að vera svo mikið í íþróttum, það var lítið að fara með hann út til dæmis í göngutúra og það var það sem að hann þurfti að því að hann vildi ekki svo mikið nýta sér hitt, sko. Þannig að það kom þá eiginlega meiri í minn hlut að gera það vegna þess að þá starfsmannekla og starfsfólk hefur ekki svo mikið tíma til að fara þá með hann út. En svo eitt sem að ég held að fólk þurfi líka kannski að átta sig á því að þessir sjúklingar sem eru með Alzheimer, þeir eru rosalega mismunandi og þeir geta verið með alls konar einkenni. Já. Og það einhvern veginn, það þarf þá, ef það ætti að vera einhvers konar svona deild sem að væri meiri virkni, þá að því þeir eru oft nefnilega góðir í hreyfingu nefnilega og þó að kannski hugsunin sé orðin léleg en þá kannski, þá þarf að para allavega, þá þarf fólk að geta verið saman sem getur búið saman. Þannig að það sé þá ekki ónæði. Þannig að sumir geta verið mjög mikla skapsveiflur í sumu fólki og aðrir eru alveg á hinum endanum og eru bara að sitja á sínum stól. Og til dæmis eins og mínum manni til dæmis núna að þá þolir hann mjög illa hávaða til dæmis. Það fer bara rosalega illa í hann, sko. Þannig að það þarf þá einhvern veginn að stilla fólki að búa til hóp saman sem getur búið saman, sko. Þannig að En ég komst líka að því að margar eiginkonur og reyndar eiginmenn líka eru bara hvað á ég að segja, það náttúrulega ljótt að segja það en svona í hálfgerðri gíslingu heima með sína veiku maka og þessi vinkona mín, hún skipuleggur allt sitt líf milli klukkan 10 og 3 á daginn því þá hann í dagvistinni, skilurðu. Og ef hún hún segist ekki geta farið út með ruslið, hún segist ekki geta farið í sturtu því að hann getur tekið upp á einhverju. En samt hann
ekki eins slæmur eins og þú lýsti manninu þínum, heldur þráir hún það að hann fái einhvers konar úrræði sem að hann getur notið sín, eins og til dæmis tilfelli með fólk með þroskahamlanir, það fær einhvers konar sambýli þannig að það getur búið saman. En eins og þú segir réttilega, þá þróast sjúkdómur svo misjafnlega, en þetta fólk sem svona bundið yfir makanum heima, því stendur ekki til boða eitt eða neitt til þess að hvíla það í rauninni. Hinn veiki getur farið inn í hvíldarinnlögn, en makinn, hann situr uppi með sína þreytu og fólk sem alltaf á vaktinni, þá þarf auðvitað eitthvað að komast í burtu smá tíma. Það er bara mjög mikilvægt. Ef að maður ætlar ekki að brenna upp í þessu. Þannig að því miður bara þá eru sumir makar sem að bara enda sem sjúklingar. Af því að þeir eru búnir að, það allur þeirra, þau eru bara búið með alla orku. Og þetta líka því þetta langt sorgarferli, þetta langu tími og þannig ég held að sé rosalega, hvíldarinnlegnir eru mikilvægur og þær eru eiginlega gerðar fyrir aðstandendur, fyrir makana, til þess að þeir geti aðeins reynda að safna kröftum aftur. En makarnir fá ekki hvíldarinnlögn? Nei, makarnir eru náttúrulega þarna þá bara inn á einhvers konar, eru þá inn á hjúkrunarheimilum í hvíldarinnlögn og eru þar kannski, ég held að 7-3 vikur eitthvað svoleið sem að þú getur fengið mest. Já, hinn veiki meinar það. Ég er að tala núna aðstandendur sem að hafa engin úrræði. Hún sagði mér þessi vinkona mín að hún vissi til þess að hvíldarinnlögn væri mjög dýr, kostaði eitthvað 40-50 þúsund sólarhringurinn, eitthvað svoleiðis. Ég man ekki eftir þegar Jónas hann fór í 2 hvíldarinnlögnir. Við þurftum ekki að borga fyrir þær. Nei, ríki borga þetta, ég tek það fram. En ef að hún myndi sækja til dæmis, við getum orðaða, hvíldarinnlögna og heilsustofnuna í Hveragerði, þá fengi hún ekki krónu borgaða til þess eða styrk til þess að borga það niður. Já, en það er alveg ekki nema þá bara stéttarfélagið, ef hún vinnandi þá geti það tekið þátt í því og ég fór í Hveragerði fyrir ári síðan og mitt stéttarfélag borgaði í því, þetta auðvitað dýrt úrræði og en nei, það ekki mikið sem að þú getur farið nema, þú getur farið í Hveragerði sem náttúrulega dásamleg stofnun, en það dýrt úrræði og þannig að maður verður einhvern veginn að reyna þá að finna sér einhvað að gera. Þetta eiginlega svolítið kaldhæðnislegt að makinn sem í rauninni umönnunar aðili heima, hann fær ekki umönnunarbætur til dæmis. Nei. Eins og hann myndi fá, eða hún, ef að til dæmis barnið að væri veikt heima. Og það engin úrræði sem grípa aðstandendur sem eru bara hreinlega stundum að bugast. Já, algjörlega En ég myndi nú samt mér fannst Alzheimer samtökin hjálpa mér rosalega mikið og bara með hvernig bara með allt okkar líf fannst mér og mér fannst ég fá góðar upplýsingar hver væri næstu skref með hvert við ættum að leita en auðvitað þetta og maður þarf kannski að og það eitthvað sem að ég fann ekki hjá sjálfri mér heldur var mér sagt að ég að reyna að passa upp á sjálfan mig og ég vildi halda áfram minni vinnu, maður hefur ekkert annað val en ég hef reynt eftir bestu getu að fara eins vel með mig og ég get og ég fæ mikið út úr því að vera í hreyfingu til dæmis og bæði andlegri og líkamlegri hreyfingu og stunda sjóböð líka og ég fer til sálfræðings þegar ég þarf á því að halda því að bara stundum bara gott að fara til sálfræðings. Þetta getur þú og kannski aðrir aðstandendur sem í svipari stöðu og þú með maka sinn inn á í öruggu athvarfi en svo eru þeir sem eru bara bundnir heima yfir viðkomandi og eins og hún orðaði það vinkona mín, hún sagði ég hef fengið mikla og góða hjálp hjá Alzheimer samtökunum og hún lofaði þau samtök alveg. En hún sagði líka jafnframt, mér langar stundum að fara út úr þessum Alzheimer heimi, algjörlega, skilurðu. Og það getur hún ekki nema þá að
fá eitthvað til þess að líta eftir manninu sínum heima og börnin hennar eru uppkomin og börnin þeirra og eru náttúrulega bara föst í sinni vinnu og hafa nóg að gera en reyna þó að hjálpa eins og þau mögulega geta. Þannig að senda það hérna bara út í loftið að það þurfi að huga meira að aðstandendum. Já, og maður þarf bara líka að vera svolítið duglegur að sko reyna líka að fá hjálpina og þiggja hjálpina líka. Af því að sumir, sko, ég skil það alveg, sumir makar einhvern veginn bara finnst þetta bara vera að þú eigir að gera þetta sjálfur og þú bara að þú viljir hafa þinn maka eins lengi heima og bara þú mögulega getur sem auðvitað mjög erfið. Stundum þarf bara einhver að benda mann á það líka að þú veist, nú bara komið nóg og nú þarf bara að fara... Fólk festist svolítið í þessum heimi innan ekki heimilisins. Og þú vilt reyna að gera eins vel fyrir makaðinn og þú mögulega getur og þetta erfið ákvörðun að þegar að kemur að þessu að makinn fer inn á heimili, hjúkrunarheimili. Og maður heldur fyrst, sko, ég man bara þegar að koma að þessu þegar að hann fekk inn á grund að hann geti fengið að vera þar og ég sko skal alveg viðkynna það að ég var með fordóma gagnvart grund og ég ætlaði svo sem ekkert að láta hann vera þar og hvíldarinnlagnirnar voru ekkert búin að ganga neitt rosalega vel og þetta tekur opbóðslega á mann. Þetta svo erfitt þegar maður finnur að makanum líður ekki vel eða fólkinu sínu og ég einhvern veginn bara mér fannst bara, en svo fór þetta ganga betur og þegar kom að þessum að hann gæti fengið pláss þá tóku við mæðgur bara ákvörðunum að hann yrði þarna bara áfram því að það eins og með breytingarnar við vorum svo hrættar um það að ef við færum að fara með hann á annað hjúkrunarheimili þá byrjaði bara aftur sömu erfiðleikarnir þannig að við ákváðum að hann yrði þarna en ég skal alveg viðurkenna það að þetta var mjög erfitt og bara þetta voru svona bara hafa svo skrítið hann væri fluttur af heimilinu þú veist, hann var bara komin inn á annað heimili sem hann yrði til loka og þetta var eitthvað svo endanlegt fannst mér. Já, líka sko, ég fór líka að hugsa þetta reyna að setja mig í spor aðstandenda að þetta sjúkdómur sem við vitum að leiðir til dauða eitthvað tíman. Við vitum ekki hvað lengi viðkomandi fær að lifa. En í öðrum tilfellum til dæmis, við getum nefnt alvarleg tilfelli eins og krabbamein, að þá alltaf vonin til staðar. Þarna eiginlega vonin tekin frá ykkur, ekki sant? Algjörlega. Og það það sem svo erfitt við hennar sjúkdóm líka. Þetta bara alveg rosalega ljótur sjúkdómur. Bara hægfara... Og já, þetta svona bara, hann læðir svona hægt og ljótt að þér, sko. Tekur allt frá þér og þú verður bara ósjálfbjarga. Og það akkurat þessi von. Þú veist, það einhvern veginn, að þetta svo langt sorgarferli og við vitum aldrei hvenær viðkomandi deyr og bara... Þú veist, ég finna bara eftir því sem að tíminn líður hvað þetta fara að taka mikinn toll og þó hans ég komin inn á hjúkrunarheimili þá bara alltaf eitthvað nýtt sem tekur við í þessu. Alveg eins og þegar hann var komin inn á heimili þá hélt ég kannski líka að ég myndi fá smá hvíld og nú bara gæti ég kannski aðeins fara að hugsa meira sjálfa mig en þá bara sorgin sem tekur við. Já. Þá bara svona, maður fyllist bara svona já, bara sorg og maður hefur meiri tíma til þess að hugsa. Áður fór bara svolítið tíminn í alltaf vera að gera og græja, skilurðu, og hugsa hans þarfir. En þarna maður bara svona, já, hvað ætlar að fara að gera núna? Og þú veist, og maður verður einmana. Já, og svona hálfgert tómarúm sem myndast. Algjört tómarúm og bara svona kvíði manni líka. Já. Bara með framtíðina og hvað, þú ert 57, ég 57 ára gömul. Hvað tekur við, skilur þú hefur þá séstu að hann greinist mjög snemma með marga aðra, sko. Já, algjörlega, sko. Snúm okkur aðeins að bara fjölskyldunni og fjölskyldulífinu nú voru þið bara ung hjón, vil ég meina, 50 sem áttu mjög mörg góð ár framundan ef allt hefði gengið vel. Hvernig breyttist bara svona félagslega tilvera þín? Sko, þetta náttúrulega breyttist helling, sko. Það svona eins og ég segi, það svona, þegar þessi greining kemur Alzheimer, þá bara einhvern veginn, það rökkva allir í kút
og bara helst vilja ekkert að þessu vita og bara, er það þessi sjúkdómur, þú veist, og bara, og maður fann alveg, sko, að, ég meina, það sko, vinahópurinn alveg breyttist, sko, og það kannski sem aðra sjúkdóma, það er einhvern veginn, það eru ákveðni aðilar sem halda, sko, sem eru þétt að manni og hugsa vel mann og maður getur alltaf leita til og það er bara rosalega dýrmætt, sko. En sumir bara, ég meina, hann átti mjög góða vini sem að bara, þeim fannst þetta bara alveg hræðilegt. Þeim bara finnst svo erfitt að horfa upp á hann, svona mikið veikan, að þetta tekur svo á þá og þannig að þetta er bara svo misjafnt, bara hvernig við tökumst á við þetta, en það er rosalega dýrmætt, svona þeir sem standa eftir og geta tekist á þetta með manni, sko. Já, en nú, eins og ég sagði áðan, voru þið tiltölulega ung og hvernig hvað ég ætlaði að spyrja þig, hvernig þú ert ekki lengur boðin í kvöldverðaboð, þú veist, allt þetta sem að gefur lífinu gildi fyrir hjón, fara í sumarbústað, fara til útlanda, þetta er allt saman tekið frá þér. Já, maður er svolítið einn og þannig að, já, það gerir það, eins og ég segi, maður finnur fyrir einmanaleika, maður gerir það, sko. Nú var maðurinn í mjög góðri stöðu og þið voruð alveg þokkalega velstæð, en það kostar alveg heilmikla peninga að vera inn á grund. Já, sko, þessi hjúkrunarheimili eru mjög dýr og ég hef verið mjög gagnrýnin á þetta og mér finnst þetta alveg ótrúlega ósanngjarnt og ég veit það er ekki allir sammála með þetta en ég bara, það er mín skoðun að þetta er tekjutengt þannig að þeir sem að fara inn á hjúkrunarheimili og áður var það þannig með þá sem að voru að greinast svona snemma með Alzheimer og enduðu inn á hjúkrunarheimili að þeir þurftu ekkert að borga áður. En nú er búið að koma þessu á, ég veit ekki hversu mörg ár það eru, en það eru einhver ár. Og þá í rauninni sko er þetta tekjutengt og þetta eru gríðarlegar upphæðir sem er verið að borga þarna mánuði og mér finnst einhvern veginn að allir eigi að sitja við sama borð með þetta vegna þess að þetta er sjúkdómur og mér finnst að það eru allir þeir sem eru inn á hjúkrunarheimili er að þiggja sömu þjónustu og þá finnst mér bara réttlátt óháð tekjum að allir sé að borga það sama og þetta eru gríðarlega upphæðir, þetta er alveg galið. Maður kannski nefna það að þeir sem leggjast inn á sjúkrahús eða er á grensásdeildinni fleiri mánuði, þeir borga ekki neitt. Nei, það er það sem manni finnst nefnilega. Þú getur verið inn á sjúkrahúsi. Hversu miklar eða litlar tekjur viðkomandi. Þá er ekki verið að spá í það og þú getur verið, eins og þú segir, þú getur verið inn á sjúkrahúsi í mánuð og þegið allar þá þjónustu, farið aðgerður annað og þetta er rándýrt en þú borgar ekki fyrir það. Þannig að þetta er svona svolítið svona öfugsnúða því þetta heitir hjúkrunarheimili þarna er manneskjan ekki að vegna þess að hún vilji vera þarna endilega hún þarf það væntanlega en þú fer líka á spítala án þess að vera spekulir í hvort þú verður að fara á spítala og þetta er svolítið skrítið sko. Þetta lítur að hafa haft bara áhrif á bara fjárhægir ekki á okkur. Já, og það gerði það náttúrulega. Við þurftum, eins og ég segi, við vorum svo lánsöm að Jónas var búin að vera í góðri vinnu og en við vorum búin að fara vel með okkar og það bara bjargaði helling og ég öfunda ekki fólk sem að bara hefur kannski verið tekjulítið og er ennþá að borga lánunum sínu sem flestur eru að gera okkar aldrei. Hvað þá þeir sem eru í leiguhúsnæði? Þetta er hryllingur sko. Já. Og ég meina, það er nú nóg að fá þessu greiningu og allt sem henni fylgir. Hann er nógu kvíðavaldandi og streituvaldandi. Hvað þá þegar þetta er að bætast við líka með að fólk þurfa að hafa ágjur af sem sagt, peningum. Og fólk þarf að, heyrir það alveg að fólk þarf að breyta bara miklu hjá sér sko. Og til þess að þetta getur gengið upp sko. Nú eru 8 ár síðan maðurinn greindist. Hvernig er staðan hans í dag? Hún er mjög slæm. Hann er sem sagt inn á hjúkrunarheimilinu og ég bara vil láta koma fram með að hann fær frábæra umönnun þarna og það er alveg óbáslega mikið af góðu fólki hérna á Grund og
er mikill mannauður þarna og það er rosalegu kærleikur þarna. Þannig, og það er það sem mér finnst skipta mestu máli, þó að mætti nú alveg kannski fara aðeins að lagfæra þessar deildir, en hann er mjög slæmur. Hann er í rauninni, hann þarf umönnun við allt. Hann er mikið málstól, hann talar nánast ekkert. Hann, á góðum degi er það já og nei. Hann skilur það sem þú segir við hann? Ekki alltaf. Nei. En hann er misgóður eftir dögum. Hann þekkir okkur ennþá, mæðgurnar. En nú er hann búinn að missa máttinn í fótunum, þannig að hann er algjörlega bundinn við hjólastól og hann þarf alla umönnun við að matast og klæðast og það sem þarf að gera. Er þetta ekki frekar bratt? Hvernig sjúkdóman hans hefur þróast? Eins og ég sagði, vinkonu mín, það eru 10 ár síðan hennar maður greindist og hann er langt frá því að vera eins og maður í því. Já, þetta er bara svo rosalega misjafnt og nú var minn maður bara mjög svona í góðu formi þegar hann fær greiningu. Þú veist, það bara í alveg fantagóðu formi. En þetta er bara svo misjátt og það er einhvern veginn líka bara, mér finnst stundum líka eins og að yngra fólki fari fyrr, sko. Já, og mér finnst þetta oft vera svona mjög misjátt. En mér finnst þetta stundum vera kannski 10 árin, einhvað pluss mínus. Og það er fullt af fólki úr hópnum okkar sem er farið, sko. Og þetta gerist alveg rosalega fljótt líka. Það er bara einhvern veginn bara eins og bara, þetta gerist bara allt í einu. Mér finnst til dæmis eins og nú er Jónas hérna á heilabilunardeildinni og hann er langyngstur og þeir elstu gætu verið foreldrar hans. Það er fólk sem hefur verið mikið brattar en hann og gengið og geta talað og alls konar en það er farið. Þannig að það er þetta eldra fólk. Já, þetta er allur gangur á þessu. Já, þetta er allur gangur á þessu og þó að nú er hann, Jónas minn, komin í síðasta ferlið, hann er komin á síðasta stigi í þessum sjúkdómi sínum, en við veitum ekkert hversu lengi það verður, sko. En þetta er náttúrulega rosalega erfitt að horfa upp á hann, sko. Mér finnst bara alveg síðasta ár búið að vera alveg sérlega erfitt, sko. Það er svona bara, þú veist, eins og ég segi, það er búið að taka allt frá honum. Þetta er engin lífsgæði og hann er bara eins og skugginn að sjálfum sig, sko. Heldur hann gerir sig grein fyrir einhverju leyti ástandi sínu? Ég held ekki. En lengi vel, hann var ágætur í að svona fyrir ári síðan þó hann gæti ekki tala, þá var eins og hann, þar sem hann var að hlusta á mann og ef við vorum kannski 2 saman hjá honum, þá var eins og hann gæti hlustað á það og gæti komið með svona eitthvað bara allt í einu inn, sko, sem var svolítið skemmtilegt, sko. En þannig að eitthvað var hann að fylgjast með, en ekki núna, sko. Mér finnst ég bara stundum ekki ná augkontakti við hann, sko. En fær hann einhverja örfun þarna inni, einhverju leyti? Já, það er þá núna sjúkraþjálfun og slíkt, sko. Og þeir reyna að passa eins vel upp á hann eins og hægt er. Og mér finnst, sko, meðan hann, svo er þetta svo eins og ég segi, maður veit aldrei hvenar hann fer, því að þó að sé nánast búið að taka allt í burtu frá honum þá hann er bara svona eins og gamall maður í rauninni, sko. Og þá veit maður ekkert, sko, hvenær það kemur, þannig að ég held að, og það er það sem ég finnst orðið alveg svo erfitt að heimsækja hann, sko, af því að ég bara eiginlega, ég er svona í kvíðan nú til ég fer inn á deild, sko, þannig að því að mér finnst þetta svo sárt að horfa upp á þetta. Þetta er, hvernig taka börnin ykkar? Stelpurnar, já, þetta er auðvitað sárt fyrir þær líka og við erum með barnabarn líka, strák sem er 15 ára núna og ég finn alveg að hann á orðið erfitt með að koma þarna og finnst þetta sárt að sjá þetta. Þær koma með mér og það eru bara allir einhvern veginn að reyna að bera sig vel, sko. Og ég bara veit eins og með yngri stelpuna mína að svo yndislega ljúf og góða en hann einhvern veginn hefur oft verið bara mjög leiðilegu við hana. Hún er að koma og reyna að gera eitthvað með honum og segja honum einhverja skemmtilega sögur og sína honum einhverja myndir og svona, en það er bara einhvern veginn, ég veit það ekki, það er eins og ég veit ekki, þetta er kannski bara svona vörd með hann gat, sko. Er þetta ekki líka ein birtingamynd sjúkdómsins? Ég meina hann
Jú, getur verið það auðvitað líka sko og hann svona, hefur verið erfiður líka við starfsfólkið þarna upp frá líka og verið að svona, það gerist mjög snöggt svona það, þú veist, hann getur verið að berja frá sér og ég þurfti aðeins að passa mig í sumar sko og það bara rosalega erfitt líka, þetta bara, þú veist, þetta allavega, mér finnst þetta mjög sárt þegar hann í þessu, því maður finnur það að maður veit að hún líður ekki vel sko. En stökkum aðeins aftur í tíma þegar þú fyrst komst inn til Alzheimer-samtökanna og ég tala nú ekki þegar þú komst á dagvistunina og sást ástand fólks, grunaði einhvern tímann að þinn maður ætti eftir að verða svona eða fékkst að vita hvernig ástand fólks var í gegnum skjólstæðingana? Já, við rættum mikið saman sko og ég fór að athuga með þessi hjúkrunarheimili bara svona þegar maður fara að segja við mig að hann þyrfti að fara að komast þangað. Ég var búin að fylgjast aðeins með mömmu þegar hún var í þessu en ég bara kannski var ekkert svo mikið að spá í það þá sko með hvernig þetta yrði skiluru, kannski bara sem betur fer. Að maður hafi ekkert verið kannski að velta sig mikið upp úr því að ég held að það hefði alveg farið. Ekki hugsað eins og margir hugsað þegar þeir fá greiningu á alvarlegum sjúkdómi þá hvarflar að þeim allt til versta. Eða tókstu bara svona einn dag í einu? Mér fannst að vera meira þannig sko, að ég tók bara einn dag í einu sko. En ég skal alveg viðurkenna þegar við vorum í þessu ferli með að hann bara hvort þetta væri Alzheimer eða ekki sko, þá var ég alveg komin að hugsa út í það versta sko, hvernig þetta gæti verið. En mér óraði aldrei að hann yrði svona, nei. Og þessi bara birtingamynd þessu sjúkdóms bara svo misjafn líka sko. Þannig að það einhvern veginn eins og minn maður hafi fengið svolítið erfið einkenni sko. Á allan hátt sko. Eru til marga tegundir af Alzheimer eða? Já, ég er nú ekki mjög kunnug því sko. Þetta eftir því hvað þetta birtist í heilanum? Já, þetta algjörlega akkurat, þetta geta verið mismunandi stöðvar sem eru að eyðileggjast sko. Og það er eins og með leðvíbóti, þeir sem fá það sko, þá heilabilun, það öðru vísi svolítið sko. Og þinn maður með það? Nei, minn maður það svona Parkinson tengt líka. Nei, hann með bara svona klassískt Alzheimer. Já. En svona í lokin, Kristín, ef þú mættir gefa einhverjum sem núna að hlusta á okkur ráð sem að stendur í sömu sporum og þú stóðst í fyrir 8 árum eða 10 árum, hver yrðu þau? Sko, ég bara get ekki sagt það nógu ofta en Alzheimer-samtökin, það númer 1, 2 og 3 að byrja þar og þar bara svo frábær þjónusta og þar líka dagvistun fyrir fólk sem getur verið ennþá heima og þar eru sálfræðingar líka, ég hef nýtt mér þá aðstöðu þar líka og það niðurgreitt líka, maður þarf ekki að borga mikið fyrir það og bara númer 1, 2 og 3 að þiggja alla þá hjálp sem hún getur og vera fyrir en seinna með það og reyna að hugsa bara eins vel sjálfan sem maður getur því að þú veist, þetta bara erfið sjúkdómur fyrir aðstandendur líka og ef maður ætlar ekki að brenna upp í þessu þá bara verður maður að passa upp sjálfan sig. Það bara þannig sko. Hefur aldrei komið svo stund að þú hefur bara verið að bugast, gefast upp? Nei, ég get ekki kannski sagt það sko. Ég hef verið alveg að bugast en mér hefur ég hef alveg þurft að taka á mínum sko með bara síðasta ár með að fara í heimsótt til hans stundum sko. Það hefur oft verið bara mjög erfitt sko. Og líka þegar maður í fullu starfi og ég ætla alltaf að reyna, fyrst var maður að heimsækja hann hverjum degi og svo sá maður að það gekk ekki og fór að tala um þetta við sálfræðinginn og hún sagði bara farðu þá bara sjaldnar til hans og ég fór að gera það og ég var alveg sátt með það að hafa það þannig að því maður, eins og ég segi, maður verður að hugsa sjálfa sig líka sko og þannig að einstaklingar með Alzheimer þeir hafa ekkert tímaskyn sko þannig að þeir átta sig ekki á því hvort þú varst að heimsækja viðkomandi í gær eða hvort það eru 3 dagar síðan þú komst eða þannig að ég veit að ég held maður þurfi bara svolítið að passa upp á sig, maður þarf að gera það sko, algjörlega sko. Því var gaukað að mér, veit ekkert hvort það satt og hef einhvers svo sem heimildi fyrir því að konur með Alzheimer færu mun fyrr inn á hjúkrunarheimili heldur en karlmenn með Alzheimer
og skýringin kann að vera svo eða því var slegið fram að karlmenni gæfist kannski fyrr upp á umönnunarhlutverkinu með konuna sína. Konurnar væri meiri þrautsegja í þeim. Já, ég held að sé svolítið til í þessu. Þannig að það, svona allavega með það sem ég veit, sko, þá eru konurnar segar einhvern veginn og það er kannski bara þetta móður eðli, ég veit ekki hvað það er að, þú veist, þú ætlar ekki að gefast upp og þú ætlar bara að gera þetta sjálf og bara, þú veist, ég ætla bara að hafa hann eins lengi heima og ég get og þú svona gengur svolítið á sjálfum að því. Ég held að karlmenninni séu kannski svona, já, þeir grípi fyrr inn í. Ég held það. Já. En það er ekkert af, kannski ekkert af illgirni, ekkert svoleiðis eða slæmum hug. Ég held við séum bara svolítið ólík með þetta. Já, ég held það líka. Hún eru svona umönnunar hlutverki þeim tamara. Já, akkurat, já. En hvernig, það er kannski ósanngjarnt að spyrja þig, en hvernig sérðu framtíðina, bæði fyrir þig? Nú vitum við að hverju stefnir. Þú ert kennari og ert í fullu starfi og nýtur þess. Já. Er erfitt að hugsa framtíðina? Já, ég bara hef ekkert mikið verið að gera það, sko. Maður svolítið bara svona að taka eitt dag í einu, sko. En það er mín tilfinning að það sé að styttast í þessu að hann fari, sko. Og ég veit alveg að sá tími verður erfiður, þú veist, ég meina þó ég segi þetta svona, þá bara veit ég alveg að það er bara annað sorgarferli sem tekur við, þetta verður ekkert auðvelt. Og þó að maður hugsi þetta þannig, bara, þú veist, maður spyr almætti, bara er þetta ekki orðið ágætt og bara, þú veist, það er búið að taka allt frá honum, hann hefur ekkert að lifa fyrir, en þetta verður, ég veit alveg þetta verður erfitt að þegar þessi stund kemur, og bæði fyrir mig og stelpuna líka. Þannig að, ég meina, við erum búin að vera saman sem við vorum 20, skilur, þetta er á langu tími, og en ég veit ekki, maður er svona, svo fer maður svona svolítið, maður einhvern veginn þegar maður lendir í svona áföllum, að þegar við erum búin að lenda í fleiri áföllum, að þá er maður svolítið svona, hvað verður næst, þú veist, þegar hann verður farinn, er þá ekki einhvað annað sem tekur við, ég verður lasin eða einhvað, maður er svolítið þarna, sko, maður er einhvern veginn eins og sé alltaf eitthvað áfall sem hljóta að koma í kjölfarið. En þú mátt þakka fyrir hvað þú hefur haldið. Já, algjörlega, og ég vona bara að það verði áfram, sko. En ég veist, ég náttúrulega bara er svo ung og ég meina, og ég auðvitað á mína dásanlegu dætur og barnabarn og ég hef auðvitað, ég lifi fyrir það og góða vini og svo verður bara að koma í ljós hvað verður, sko. Allir látum þetta ekki verða loka orðin í dag, Kristín, ég óska þér allsins besta og þakka þér innilega fyrir að koma og ræða við okkur og opna þér svona þessa erfiðu lífsreynslu. Þakka þér innilega fyrir. Takk sem leiðis. Þetta mér lokið núna. Í næstu viku munum við fjalla fátækt og þar næst ætlum við að kíkja aðeins inn í heim fanga. Takk fyrir hlustun og áhorf. Verið sæl. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða neytendamál eins og við gerum hér reglulega við Rauðaborðið. Hingað er komin til mín frá Neytendasamtökunum Breki Karlsson. Vertu velkomin. Takk. Ég var að hugsa að við myndum kannski byrja á fréttamáli sem að vakti allavega mikla athygli mína núna fyrir nokkrum dögum. Gríðarlega há sekt lögð á dagvörubúðir í Noregi, 60 milljarða króna sekt. Og á vef Samkeppnisstofnunar er frétt
frétt þetta. Brotið gagnkvæm söfnun á verðupplýsingum og þar segir að þarna sé þessi stjórnvaldssekt, hún sé vegna ólögmæts samráðs. 3 fyrirtæki, Coop, Norgesgruppen og Rema sem samanlagt hafa 95% hlutdeild á norska dagvörumarkaðnum. Þetta virkar mjög íslenskt umhverfi sem að þarna verið að lýsa og reyna að uppræta með þessari háu sekt. Tildrög málsins eru þau að AC Nielsen í Noregi hættu að miðla milli keðjana upplýsingum verðlagningu dagvara eftir að norska eftirlitið hafði bent á að slíku upplýsingamiðlun kynna skaða samkeppni og brjóta gegn samkeppnislögum og í framhaldinu gera svo þessar dagvörukeðjur sem ákvörðun beinst að með sér samkomulag verðsamanburð og það felur í sér gagnkvæmar heimsóknir í verslanir í því skyni að safna verðupplýsingum og við vitum jú að þetta bara nákvæmlega það sem gert hér daglega. Sumir segja að krónan hafi verið stofnuð, hún heiti krónan vegna þess að þar eigi verðið að vera 1 króna inn í bónus og svo framvegis. Þegar við veltum fyrir okkur viðbragði Norðmanna, einhverja líkur á að við getum yfirfært þetta hingað heim? Ég held að það hljóta að koma til skoðunar hjá samkeppniseftirlitinu hér og það að þessi frétt sé birta á vef þeirra náttúrulega skilaboð og náttúrulega ábending að þeim sé þetta kunnugt og það hlýtur að vera eitthvað svipað í gangi hér. Og við vitum að allavega í gegnum tíðina hefur tíðkast þetta að þessar keðjur sé að senda fólk fram og tilbaka og skoða verðið hjá keppinautunum. Og það varð líka mjög ljóst þegar að prís kom inn á markaðinn fyrir ári síðan, ég held að sé bara rétt rúmlega árs gamalt núna. Þá varð svona smá skjálfti allt í einu gátu bónus og krónan lækkað verðið hjá sér í það minnsta tímabundið og en það hefur nú virðist vera hafa náð jafnvægi aftur og í það minnsta virtist vera einhvers konar þögult samráð sem þarf ekkert endilega að vera ólöglegt, alls ekki. En að eins og þú segir að krónan sé 1 krónu dýrari heldur en bónus. Já. Sko samkeppniseftirlitið gengur kannski ekki lengra en svo að segja mikilvægt að dagvöruverslanir á Íslandi leggi mat á sína framkvæmd. Kannski gengur samkeppniseftirlitið ekki lengra vegna þess að þau telja kannski að lagarammin eða neytendarétturinn eða hvað ég á að segja, samkeppnislaga umhverfið sé öðruvísi hér heldur en úti, eða hvernig ég var að lesa í þetta? Nú ég engin sérfræðingur í norskum samkeppnislögum en ég veit að bæði löndin byggja sína löggjöf á Evrópulöggjöf. Já. Og þannig að því leitinu til ætti þetta að vera allan ekki ólík löggjöf, svo voru náttúrulega mismunandi hvernig þetta innleitt og svo framvegis. En löggjöfin ætti að vera svipuð hér og framkvæmdin líka þá. Og samkeppniseftirlitið hefur á umliðnum árum margoft varað við því að fyrirtæki hér á landi og hagsmunasamtök þeirra miðli upplýsingum milli keppinauta verðlagningu og verðlagningar áform og það má lesa það á leiðbeiningarsíðu samkeppniseftirlitsins og við getum líka nefnt Bíkó og húsasmiðuna. Já, það er svo sem á þeim markaði náttúrulega líka fá keppni eins og flestu markaðum á Íslandi, þannig Já. En heldur það svona frétt geti vakið vonir alvöru samkeppni, minna
ólöglegt verðsamráð, að minnst hvort siðlaust? Já, ég segi bara að virk samkeppni þarfnast virks eftirlits og þarna samkeppniseftirlitið svona proaktíft í því að benda á að þarna hefur þessi aðtöfn eða aðgerðir verið sektað fyrir þær í Noregi. Þannig að þarna hefur verið svona án þess að stíga fast til jarðar verið svona hnika fyrirtækjum hér til og beina sjónum þeirra að því að þetta ekki í lagi að vera að safna upplýsingum á þennan hátt. Nei, stundum hefur manni fundist tíðarandinn seinni ár ekkert vera mjög svona hliðhollur samkeppnisstofnun. Verið mikil opinber umræða að þetta séu bara íþyngjandi stofnanir, eftirlits- og aðhaldsstofnanir og oft bara erfitt fyrir þá að fá pening og svona, hvernig skýrur það? Er hugarfar Íslendinga einhvern veginn gagnvart þessu öðruvísi heldur en nágrannaþjóða? Ég skynja þetta ekki eins og þú. Ég skynja ekki að þessi hugarfari sé að breytast eða hafi breyst en ég kannski bara vitna í háværar raddir pólitískar. Og það háværar raddir hagsmunaaðila. Við höfum ekki gleyma því að það á 300 manns sem vinna að því að efla hag þessara fyrirtækja. Á 300 manns sem vinna í Borgartúni við það að gagnrýna stjórnvöld og gagnrýna samkeppnisyfirvöld og það svo sem ekkert að því en við þurfum líka þá að gefa öðrum gaum og hinum röddunum líka að svo þær verði ekki háværari heldur en almanna hagsmunir. Og þeim hefur tekist ætlunarverki þegar maður ruglar saman rödd almennings í þeirra eigin háða. Algjörlega. Og það náttúrulega... Ég er kannski sekur það. Já, hugsanlega. Já, þetta mjög áhugavert. Heyrðu, við ræðum nú stundum verðbólguna og vaxtamálin, húsnæðismarkaðinn og fleira. Það var nú ekki skemmtilegt að heyra seðlabankastjóra bara síðast í gær hafa það eftir sér að verðbólgan væri ekki að lækka nóg rætt til að vextir yrðu lækkaðir. Hvaða rugl er þetta? Já, ég veit ekki, við erum með hæstu raunstýrivexti í heimi, í hinu vestræna heima, það á Vesturlöndum. Ég átta mig ekki á því að stýrivextir að teknu tilliti til verðbólgu, þeir eru hæstu hér á byggðu bóli, vil ég segja. Þetta virðist óvinnandi stríð, bara fyrir almenning, í þessu hávaxta umhverfi. Já, og oft sagt, en hagvöxtur hér á landi miklu meiri en annars þar, ég var nú bara að skoða það í gær, og hagvöxtur hér frá 1960 er eiginlega bara upp á nánast kommu, nákvæmlega svo sami og hagvöxtur í Evrulöndum. Hagvöxtur hér frá 1995 er bara nákvæmlega svo sami og í Evrópu. Þannig að eini munurinn er að við sveiflumst hærra upp og sveiflumst hærra niður. Og það er þetta sem við verðum að sveiflur sem eru svo skemmandi fyrir okkur öll af því að þar eru tækifæri til þess að fjármunir færist á ósanngjarnan hátt milli fólks í hagkerfinu og þannig að þar þurfum að öðlast stöðuleika alveg sama hvernig við náum honum en við þetta verður ekki búið lengur að þegar að Evrópa fer upp í verðbólgu í 10% í COVID er þar í nokkra mánuði þá erum við uppi í 12% og erum bara mörg ára að jafna okkur og við erum ennþá að jafna okkur eftir COVID löngu eftir að önnur hagkerfi eru búin sem verða þá fyrir minni áhrifum. Við getum séð það til dæmis þegar og það er svo margt í kerfinu sem vanstillir þetta getur séð það til dæmis í vinur minn var að kaupa sér hús í Belgíu
og var að skoða þarna í COVID og þá fóru vextir á húsnæðislánum alla leið, og það var 10% verðbólga, en vextir á húsnæðislánum fóru alla leið upp í 4%. Miklu lægri heldur en verðbólga og núna þá var hann að kaupa sér að taka lán og að borga 2,5% og engir verðtrygginga en eitt svoleiðis. Þannig að sko, en hér heima þá hafa húsnæðisvextir alltaf verið hærri heldur en verðbólga. Og það engin nokkurs konar sveiflujöfnun í því, sko, heldur þetta bara til sveifluaukningar. Þannig að við þurfum að finna leið og það náttúrulega marga tillögur og allt það slíkt. Mér bara alveg sama hvaða leið verði en við verðum að ná stöðuleika og við verðum að ná og krafan okkar bara að hafa sömu húsnæðisvexti og í Færeyjum. Maður spyrir sig líka hvers vegna erum við með einhverja vaxta ákvörðun nefnd þegar seðlabankastjóri getur bara sagt að það sé ekki hægt að lækka vexti og eitthvað. En það er margt sem vinnur gegn almenningi hér í þessu landi, því miður. Ég voru að segja frekar sko að það eru mörg tækifærin. Ný mörg tækifærin til að gera betur. Við skulum orða það þannig. Heyrðu, ég ætla aðeins að ræða núna næst við þig íþróttir, sund og fótbolta. Það hafði samband við mig kona. Hún horfir á þessi samtölu okkar neytendamál og hún var með fyrirspurn. Þannig að ég kem henni núna bara áleiðis til þín. Hún sem sagt sækir Vesturbæjarlaug og það háttar svo til með Vesturbæjarlaug að ég þekki það ekki alveg hve margar vikur hafa fallið þar úr vegna framkvæmda en svona dettur í huga gætu verið 10-12 eða eitthvað sluðis, þetta nálgist að vera 3 mánuðir. Og hún er búin að borga fyrir áskort og hún er svo svipt þessari þjónustu og það verður nú að taka það fram að maður getur farið í fleiri sundlaugar en maður kaupir áskort. En það stóð ekki þannig á hjá henni, hún átti erfitt með það á ákveðnum ástæðum. Og hún vildi vita það hvort hún ætti einhvern rétt á lækkun árgjaldsins sem er litið til þess að þjónustan hefði verið skert án hennar samþykkis hugsanlega 25% eins og ég nefni. Á hún rétt? Já, ég myndi telja það að hún ætti rétt á framlengingu á árskortinu þann tíma sem hún gat ekki nýtt sér aðstöðuna. Og ég vil nú bara segja það og hrósa Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur alltaf þegar við höfum komið með ábendingar til þeirra þá hafa þau alltaf tekið ákaflega vel í þær og gert rétt. Þannig að við erum bæði nota tækifærið og hrósa Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur fyrir það, en líka hrósa þessum áhorfanda og bara biðja hana að hafa samband við Íþrótta- og tómstundaráð og óska eftir framlengingu sem nemur lokun Vesturbæjarlaugar því hún augljóslega getur ekki nýtt sér aðra laugar og fá hún ekki jákvæð viðbrögð sem ég á erfitt með að trúa þá biðja hana og alla áhorfendur að hafa samband við neytendasamtökin. Við hjálpum öllum neytendum að ná fram rétti sínum. Þannig að fyrst hefur maður samband við þann aðila sem maður á í samskiptum við og vill betrumbætur og ef það skilur ekki árangur þá hefur fólk samband við ykkur. Algjörlega. Þetta er mjög gott að vita og gaman að heyra að konan hafi þarna ákveðið rétt. Algjörlega. Það er okkar mati og síðan náttúrulega þegar við nánar í skoðun þá gæti ýmislegt annað komið í ljós en þetta er svona fyrsta mat og svona miðað við það sem þú hefur sagt mér þetta, þá er þetta okkar mati alveg, eða mínu mati skulum segja, alveg skýlaust að hún er rétt á því að fá framlengingu á árskortunni þann tíma sem hún ekki gat nýtt sér aðstöðuna. Já. Frábært, þá er því komið áleiðis. Ég nefndi fótbolta, ég kíki stundum á heimasíðun ykkar og fínasta heimasíða og hvet bara hlustendur og áhorfendur til þess að vera í sambandi við neytendasamtökin og
við höfum náttúrulega komið inn á það áður að þeim peningum getur verið vel varið að borga eitt lítið árgjald fyrir alls konar upplýsingar og stuðning. En það ég fann sem sagt upplýsingar á síðun ykkar það að það ansi mismunandi verðið á fótboltaleiki væri svona í efstu deildum, væri til mikill að bóta að samræma þetta? Nei, það bara hreinlega óheimilt. Það óheimilt. Beinlínis óheimilt að samræma verðskráð, því að þarna eru náttúrulega félög í samkeppni þannig og þannig að en þar fyrir utan þegar við gerum þarna verðsamanburð og verð bara bentum á það og en við vitum það líka að flest þessara félaga eru með svona sérstakaðan díl fyrir börn sem iðka tómstund eða íþróttir segi í þessum félögum. Börn fá til dæmis ókeypis á leiki og svo framvegis. Þannig að verðskráin endurspeglar kannski ekki alveg verðsamanburðurinn sem við gerum endurspeglar verðið sem birtist í appinu sem maður nú ekki alveg hvað heitir núna, það sem kaupir þessa miða. Já, mér sýndist einmitt einhvers staðar ég sjá að það sem miðaverðið væri hæst fyrir fullorðna væri kannski gert best í því að hafa það frítt eða kosta lítið sem ekki neitt fyrir börn. Einmitt, það gæti verið slíkt sko. En allavega, það beinlínis óheimilt að samræma verð, enda viljum við að á sem víðustu sviði séu samkeppni, af því að það bæði, eins og þú bendir á, það eykur bæði nýsköpun, eykur þjónustu og heldur aftur af einhverjum óþarfa hækkunum. Já, mjög áhugavert. Eigum við að enda breki á því að ræða færslugjöld. Þú nefndir hér við mig þegar við vorum að búa okkur aðeins undir þetta spjall að það hefði verið Neytendasamtökin hefðu sendt kvörtun allt frá árinu 1995 færslugjöld, en enn eru verið að deila réttmæti þeirra. Já, sko, mjög áhugavert því að Vökull neytandi hafði samband við okkur og félagsmaður í Neytendasamtökunum hafði samband við okkur í gær og var að spyrjast fyrir að henni fannst eins og að það færst í aukana þessi færslugjöld og þau væru hærri en áður og væru viðtækari en áður. Og ég fór bara að skoða þetta og sá að árið 1995 þá sendum við kvörtun til Samkeppniseftirlitsins sem skoðaði málið og taldi ekki ástæðu til að aðhafast neitt þá allavega. Enda sko takast hann á kannski tvö sjónarmið eða svona ýmis sjónarmið með svo sem en það náttúrulega samningsfrelsi á Íslandi þannig að fyrirtæki geta samið við neytendur ýmislegt. Ef við má skjóta kannski inn í áhorfendum og hlustendum til upplýsinga þá færslugjald sem þetta aukagjald sem lagt á í innheimtu. Í gamla daga héti þetta ýmsum nöfnum, þetta hefur heitið gegnum tíðina ýmsum nöfnum, seðilgjald, greiðslugjald, færslugjald og það fjallaði þetta í til dæmis skýrslunum skýrslinu gjaldtöku bankana sem kom út fyrir 2 árum og þar kemur fram að færslugjald er hvergi í nágrannalöndunum hátt og viðtækt eins og hér á Íslandi. Það er einungis Danmörk sem kemst með tærnar þar sem við höfum hælana í þeim og þetta er ekki keppni sem við viljum endilega vinna, alls ekki. En það snýst þetta, það er samningsfrelsi, þannig að það og að einhverju marki má líka segja að það sé gott að það sé sundurliðað verðið, það er að segja að við fáum að vita hver þáttur í verðmynduninni kostar. Þannig að en þá má heldur ekki plata fólk með því að segja að þessi tiltekna þjónusta, þessi tiltekna hlutur kosti 4.999
Ef fyrirtækið ætlar síðan að bæta á 500 króna greiðslugjaldi eða færslugjaldi. Þannig að sko, neytendur eiga skýlausan rétt á að vita fullt verð áður en þau ganga til kaupa. Það verður að vera einhver klásula sem segir að það sé færslugjald og hve hátt það er. Já, og heildarverðið verður að liggja fyrir áður en þú kaupir hlut eða nýtir í þjónustuna. Sem einhver misprestur er á eða hvað? Ég bara þekki ekki, við höfum skoðað þetta svolítið öðru hverju, ekki mikið nýlega, en þetta er nú, held ég á flestum stöðum, flest fyrirtæki hafa þetta alveg á hreinu. Já, en þarna er upplýsingaréttur neytandans mjög skýr. Mjög skýr og við viljum endilega fá ábendingar ef að slíkt er ekki, slík er ekki raunin, að biðja fólk að senda okkur ábendingar ef það skortir á það. Já. Kannski rétt í lokin, mér var svo fyndið þegar talsmenn einhverja olíufélaga daginn voru ægilega móðgaðir yfir því að það væri að því að það væri nú kannski ekkit allt og mikil verðsamkeppni þeirra á milli. Það voru alvarlegar ásakanir. Ef eitthvað að hlæja þeim í lokin eða? Nei, það er nokkuð, það er ekki maður aldrei að sparka í liggjandi mann. Já, ég veit ekki hvað skal segja, sko. Mér er ekki hlátur í hug. Nei, og mér er raunin ekki heldur, en stundum er það eina leiðin að reyna að brosa í gegnum tárin þegar kemur að þessu neytendaumhverfi okkar. Þar er það nú kannski síst stærstu fyrirtækin sem að manni vera stundum að gangi lengst, sko. En það er bara mín persónulega skoðun, ég ætla ekki að draga það inn í það. En kæra þakki fyrir að koma. Þú stóðst þig vel með það það er búin að vera einhver kverkaskítur í þér og þú er búin að vera eins og annað hver Íslendingur með einhverja flessu. Já, ég allan komst hóstalaus í gegnum þetta. Ég hef eftir að hósta mjög mikið núna eftir. Ég finn innbyggða spennu. Já, ég hef þá ekki að fara á loftinu meðan þetta er í lagi hjá okkur. Kæra þakki fyrir ekki og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með dagskrá Rauðaborðsins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, og ég ætlum að halda áfram með pólitískt spjall. Á línunni að norðan er Sigurjón Þórðarsson, þingmaður Flokks fólksins. Sæll og blessaður, Sigurjón. Blessaður. Ertu á Sauðárkróki? Ég er í Skagafirðinum. Út í Skagafirðinum. Heyrðu, það styttist í að þing komi saman. Hvaða tilfinning er í maganum á þér? Það er bara komið í ljós. Það er mörgum verkum ólokið frá því á síðasta þingi, þannig að það er bara verður byrjað að klára þau mál og verður bara að sjá hvernig stjórnarandstaðan kemur undan sundrinu. Já. Liggur fyrir hvaða mál verða sett á oddinn af þeim sem ekki náðust að klára sem þú minnist á? Ég reikna með því að það verði bara farið á röðina og það er náttúrulega búið að fara rækilega yfir öll þessi mál í nefndum. Já. Og svo verður bara að sjá til hvernig stjórnarandstaðan bregst við. Það hefur þá nýr þingflokksformaður. Hann boðaði svona fyrst í fréttum að hann ætlaði að breyta eitthvað að viðhorfunum í þessu og starfsháttum. Og fékk á sig gagnrýni úr Viðskiptablaðinu að þetta væri ígildi þess að leggja niður vopnin. Sjálfstæðisflokkurinn var að leggja niður varnir, það var bara í uppgjöf. Þannig er orðaðan. Já, og líka þá var hann einhverju leyti búinn að snúa við blaðinu í dag, í viðtali í Morgunblaðinu.
að þetta yrði nú svona, það yrði tekið á móti og yrði mjög hörð stjórnarandstaða. En ég held að menn verði nú að gera sér grein fyrir því að meirihlutin verður að ráða, hvort sem það er í húsfélagi eða íþróttafélögum eða öllum samtökum, fyrirtækjum og öðru, þá hlýtur meirihlutin að ráða niðurstöðu mála. Eða það væri húsfélag og væri ekki hægt að gera við þakið út af því að 1 eða 2 væri á móti í 5 manna stjórn, það gengi ekkert upp og sama á auðvitað við Alþingi. Og ég held að við verðum bara að mæta einbeitt sem að fylgjum þessari ríkisstjórn að koma þessu þjóðþrifamálum áfram, hvort sem það er það að tryggja samkeppni á búvörumarkaði, bæta almannatryggingarnar. Þá eru þetta mál, leigubílamálið, útlendingamálin og öll þessi mál sem bíða afgreiðslu sem að stjórnarandstaðan hefur lagst þvert gegn, þá verðum við auðvitað að ná þeim í gegn. Já, sko af því að þú svona kýst sjálfur að nefna það mjög framalega í þessu spjalli okkar að það verða að koma í ljós hvernig stjórnarandstaðan tekur á málum. Ég las þarna færslu Kolbrúnar, stallsystur þinnar, þingkonu Flokksfólksins, þar sem hún talaði bara að það væri kvíði í maga þingmanna fyrir þessum vetri ef þetta verða eins og í sumar, en er það ekki algjörlega ótækt að minnihlutinn hafi svona ráði í líðan og hafi svona mikil áhrif á meirihlutann? Þurfið þið ekki einhvern veginn sjálf að finna út úr því ein og sér án þess að það sé endilega málið að vísa til minnihlutans? Ég ber engan kvíða, ég hlakka til að koma til þings. Já. Og ég held að það er alveg nákvæmlega sama Kolbrúnu og hún skrifaði að hún hefði verið með en það er auðvitað okkar að mæta þessum og ég held líka að ef að stjórnarandstaðan, við höfum þarna ákvæði í lögum að taka þá mál til atkvæðagreiðslu eins og gert var á síðasta sumar, og ég er nú fylgjandi því að því verið beitt skipulega ef að þessi starfshættir að halda áfram. En á móti kemur þá höfðu þetta hér sveitarstjórnarkosningar í vor og ef að forysta þessara flokka heldur áfram með ólýðræðisleg vinnubrögð og ólíðandi vinnubrögð, þá tel ég að það muni auðvitað skaða þessa flokka í komandi kosningum. Það er auðvitað ekki gott að vera að bera fram vinnubrögð og fylgja vinnubrögðum, ólýðræðislegum vinnubrögðum og ætla síðan að taka að sér ábyrgðarhlutverk í sveitarstjórnum landsins. Enda fengu valdaflokkarnir 2 gömlu og miðflokkurinn enga umbun frá kjósendum eftir frammistöðuna í sumar, fylgi þeirra fjall heldur eftir þessa affæru en hitt. Jú, og ég held að fólk vilji þetta ekki og það er líka ljóst að það er fólk sem starfar í þessum flokkum ennþá, kannski með hálfum hug. Þá er einkum við Sjálfstæðisflokkinn sem að kærir sig ekki það. Ég meina, flokkurinn gaf sig út fyrir að vera borgaralegur flokkur og sum vinnubrögðin eins og í þinginu eru bara ekki eitthvað það sem að getur kallast borgaraleg, heldur eitthvað allt annað. Sama má ég segja hvernig þeir hafa sveikt stefnuna í sumum málum. Það hefur ekki verið gert með því að breyta lögum, heldur að fylgja ekki lögum. Og þá ég við til dæmis mál sem snýr að sölu áfengis, sem er nokkuð skýrt, og ég er ágætt að taka það fram að ég er fylgjandi því að það sé settu meiri slaki í þessi mál. En þá vil ég að það verði gert með lögum en ekki því að framfylgja ekki lögum og láta hlutina fara, eitthvað fara, vegna þess að það eru þá skilaboðin úr stjórnarráðinu að fylgja ekki skýrum áfengislögum. Vilhjálmur Bjarnason, fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins, satt hér í gær og ræddi við mig ofur áherslu á áfengismál fyrir nokkrum árum og sá sem að
ekki hlíti flokksaganum í því ekki mjög svo stóra máli. Hann var dæmdur til frera vistar. Það er svona kannski eitt af þeim málum sem að almenningur skilur ekki hvað hefur verið lögð mikil áherslu á, en ég ætla nú ekki að ræða meira við því. Það er líka bara þessi vímuefnamál, þau eru ólöglegu vímuefnamálin, innflutningur og neysla á þeim, hvort sem það er hvítuefnin eða gras eða hvað þetta allt heitir, að við leysum þau mál ekki bara í stjórnkerfinu. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að ræða þau mál líka og leggja meiri áherslu á það en akkurat bara þess að brennivín í púður. Já, tökum Sjálfstæðisflokkinn á dagskrá. Þið í Flokki fólksins, þið horfið upp á hverja skoðanakönnun og fætur annarri þar sem að þið búið við svona minni stuðning landsmanna og svolítið aðra stöðu heldur en Viðreisn og Samfylkingin. Samfylkingin náttúrulega fer með himinskautum eins og við vitum, Viðreisn svona á svipuðu róli, en allstór hluti af ykkar fylgi mælist ekki eða fallinn. Hvernig skýrir þú það? Ég sjálfur sér ekkert að skýra það neitt. Við erum að vinna bara mjög vel inn í þinginu og leggja áherslu á mál og ég tel að við séum mótornum í ýmsum breytingum. Bæði það að koma á breytingum í sjávarútvegskerfinu og almannatryggingamálum og bæta hag eldri borgara og öryrkja, og ég held að við séum bara að vinna mjög vel og ég sjálfsög ekkert að skýra þetta gengi eða pæla mikið í því. Ég er nokkuð viss um það þegar uppi staðið að þá munu fólk sjá það að við erum einmitt flokkur sem erum að ýta málum að stað inn í ríkisstjórninni. Við erum flokkur sem að viljum breyta kerfinu og auðvitað náðum við ekki að gera allt sem við ætluðum að gera, en ég tel að okkar áhrif séu mjög mikilvæg inn í ríkisstjórninni. Ég heyrði einn stjórnmálaprófessor ræða það á dögunum að það var Eiríkur Bergmann, minni mig, að þið væru svona áskorenda flokkur og þið væruð einmitt að reyna að breyta kerfinu, nálguðust veruleikann úr svona, einhverju átt. Það versta sem gæti komið fyrir svona flokka gæti verið að lenda í ríkisstjórn og líftími þeirra gæti endað með því. Hvað finnst þér um þetta? Eiríkur Bergmann er með sína kenningar og ég hef sjálfsög ekkert að hann hefur nú verið með ýmsa kenningar svona gegnum tíðina, en ég held einmitt að áhrifin okkar í ríkisstjórninni séu góð og það sé aðalatriði. Við erum ekki hér endilega einhver flokkur sem ætlum að verða einhver stofnun í samfélaginu, heldur ætlum við að keyra fram breytingar og ég held að það sé mjög mikilvægt. Bæði hvað varðar fiskveiðistjórnunina og eldri borgaralífeyrismál, fátæka og breyta hlutunum í samfélaginu. Ég finnst það kannski vera meginmálið, en ekki það að sigra hérna í skoðanakönnunum. Sumir flokkar hafa verið góðir í því, en síðan þegar það hefur talið upp úr kjörkössunum þá hefur ekki alltaf verið innistæða akkurat fyrir því, en þannig að það er kannski meginmálið. Já, þú er engar áhyggjur af því að á næsta kjörtímabili þá fái flokkur fólksins ekki líka nægilegt atkvæðamagn til þess að geta haldið áfram að starfa á Alþingi. Nei, mér finnst bara meginmálið vera það að við náum breytingum, við náum raunverulegum breytingum í sjávarútvegskerfinu og í þessum málum sem við barist fyrir og þá hef ég sjálfsög ekkert áhyggjur af því sem kemur upp úr kjörkössunum. Heldur erum við í þessu til þess að ná fram breytingum, en það er alveg ljóst að við þurfum að ná hérna fram breytingum bara á leigubílamarkaðnum og í húsaleigumarkaðnum og við erum með frumvarp þess efnis það að tryggja hag leigjenda og við erum að láta verkin tala og þannig lít ég á það. Hvaða? Og hvað þess að mánaðarlegu skoðanakannanir, það fara nú stundum bara eftir því hvernig
umfjöllun fjölmiðla og hvað stjórnmálamenn eru mikið í fjölmiðlum og það hefur stundum verið dregin upp svona svolítið sérkennileg mynd af ákveðnum fjölmiðlum af okkur sem eru hér í forsvari fyrir Flokk fólksins. Það held ég að hefur kannski einhver áhrif og mögulega eru við einhverju leyti óvön og höfum mist í okkur, það er alveg rétt. En ég segi það að við erum mótorn í breytingum í stjórnarsamstarfinu í þessum þáttum. Já. Og ég held að almenningur átti sig á því þegar upp í staðinn. Gott og vel. Eiríkur Bergmann sé með einhverja kenningu annað sko. Það er bara, hann hefur nú verið með þessar kenningar en þetta er bara svona. Já, en það er svo sem ekkert kannski skrítið að ákveðið reynsluleysi í upphafi kjörtímabils leiði til einhverja hnökra og það kann að hafa einhver áhrif á fylgi og sem og neikvæða ástæða tiltekinna fjölmiðla gegn ykkur. Við vitum alveg að þú ert að vísa til Morgunblaðsins ekki síst en þið voru svo sem ekki heldur ánað með Ríkisútvarpið þegar Ásta Lóa þurfti að segja á sér en svona fyrir mig sem leikmann utanfrá og blaðamann þá hefur þetta svona heldur verið að kyrrast og fólk slípist í sínum hlutverkum en má ég spyrja þig Sigurjón hvaða mál sem ekki komst í gegn núna á sumarþinginu fannst þér verst að kæmist ekki í gegn? Það er bara nokkur mál sem eru sem ég vil telja upp og mér finnst auðvitað að ég sem formaður á síðasta þingi í atvinnuðarnefnd þá fannst mér auðvitað slæmt að strandveiðifrumvarpið færi ekki í gegn og vegna þess að hér ekki nokkur vandi að uppfylla þau skilyrði. Menn eru fastir í ákveðnum pottum eða Excel-skjölum en aflabrögð og margt sem kemur fram í skýrslum Hafró bendir eindregið til þess að við eigum að bæta í veiðarnar og síðan eru auðvitað grásleppan og hún hafi ekki farið út úr kvóta og síðan eru auðvitað alveg ólíðandi svona búvörulögin að við séum hér með að leyfa einokun á mikilvægri neysluvöru fyrir almenning. Já, verður ekki alltaf þyngra og þyngra að vinda ofan að því máli? Nei. Þú heldur ekki? Nei, alls ekki. Þetta er orðin einhver samþjöppun sem er leyfð en við höfum ýmsar leiðir og þetta líka skiptir máli upp á það að ná niður verðbólgunni, það er að tryggja hér samkeppni og það sem það er skortur, þá sjáum við það eins og húsnæði, þá eru þetta frumvarp ný húsalegulög eða ákvæði að styrkja hér stöðu leigjenda og þetta var ekki, hefði mátt vera miklu mun sterkari þessi ákvæði en þau voru mikilvæg og þá koma bara viðskiptaráð og mæta þessum hugmyndum að mikilli hörku og það sem mér finnst eins og að sumir af þessu flokku sem er í stjórnarandstöðunni þeir fylgja bara leiðarvísi viðskiptaráð í einu öllu en það er akkurat viðskiptaráð að koma í veg fyrir að það sem heimili fólks séu sett bara nánast eða fólk sett á guð og gaddinn sko, eins og þessi húsalega hefur þróast. En Sigurjón, það er einmitt bara stutt síðan viðskiptaráð birti lista bara og ánægju með þessa ríkisstjórn sem þú situr í og það var svona nánast eins og sumir segðu bara að ríkisstjórnin starfaði eftir vilja viðskiptaráðs. Já. En það kemur ekki fram í umsögnum þau mál sem fór ekki í gegn. Nei. Og það er alveg ljóst að það er pottubrotinn. Já, en sko það er líka bara náttúrulega svolítið þungt undir fæti fjárhagslega og maður er svona aðeins að velta fyrir sér sko stöðu ríkissjóðs, stórskuldugur, mjög miklu peningar sem fari í vexti. Innviðaskuldin einhverstaðar á milli 400 og 500 milljarðar held ég að sér talað verður þetta ekki töluverður línudans fyrir stjórnina að rétta úr
kútnum á sama tíma og unnið að þeim þjóðþrifaverkefnum sem þú meðal annars nefnir og svona það er verið að bæta hag og hópa sem hafa haft það skítt hingað til? Ef við skoðum það sem skiptir máli, bara eins og húsaleigulaun, þau kosta nánast ekki neitt fyrir ríkið. Það er verið að tryggja þarna samkeppni og fleiri mál sem að búvörulaun, þetta myndi frekar hafa þau áhrif að þessi neysla var að hún væri samkeppnisafari, það væri samkeppni og lægra vöruverð. Strandveiðarnar, þar myndu einfaldlega færa aukna strandveiðar, jafnvel frelsi til strandveiða og hafa það utan þessara ráðgjafar sem nú svona og svona. Þetta myndi auðvitað bara auka tekjurnar og gera róðunni léttari fyrir ríkisstjórnina. Og það sem núna í gangi, það meðal annars, það vinna við endurskoðun eða það að fara yfir ráðgjöf Hafró og það skiptir auðvitað miklu máli að menn leiti allra leiða til að auka tekjur og þannig að hlutinni gangi upp. Sama auðvitað við útlendingamálin, að við séum ekki hér eins og þetta frumvarp að vísa hér úr landi mönnum sem hafa brotið verulega af sér og mikill kostnaður af fyrir samfélagi. Að þetta allt frumvörp sem myndum frekar létta róðurinn en hitt í öðru. Auðvitað það, ef við erum að byggja upp innviði, að þá ákveðum við ekkert að tvöfalda hér veglagningu á milli ára. Þetta þarf að gerast smá saman, það að bæta verulega í og fólk skynji það að hlutirnir séu á réttri leið og að veginni séu ekki að brotna niður eins og þeir eru núna vegna þess að síðasta ríkisstjórn að hún svelti þennan málaflokk þannig að veginnir liggja nánast bara undir skemmdum og það þá fyrsta verk að bæta þar í og taka síðan til hendinni í framsókn hvað varðar innviði landsins. Það held ég að sé komið að leiðarlokum í bili hjá okkur, Sigurjón. Kærar þakkir fyrir að bregðast við óskminni Zoom-viðtal að norðan. En svona kannski rétt í lokin, það er mikil umræða framtíð Íslands vegna Golfstraumsins sem að gæti nánast horfið. Það óvíst með byggðarlega tilvist okkar Íslendinga eftir einhvern x tíma. Þarf ekki að spýta auknum krafti í umhverfismálin og þarf ekki að gera hvað við getum til þess að minnka losun, því það er það sem að vísindamennirnir segja að dugi okkur best. Já, nú hittur bara ágætan punkt, sko. Ég hef nú starfað við umhverfismál og að ná við eftirlit og skoða marga þætti í þessum málaflokki. Og það sem ég vil segja fyrst, að það þarf að koma þessari umræðu út úr þessu heimsendaspá. Það margt sem hefur verið gert og að gerast í umhverfismálum sem hefur verið til mikilla bóta, bæði hér á Íslandi og síðan bara á heimsvísu. Við getum tekið bara þrávirk efni sem að hafa þá styrkur þeirra hefur farið minnkandi. Við áttum okkur á því að endurnýjanleg orka í heiminum hefur farið fara vaxandi og staða í umhverfismálum, losun að hinum ýmsum efnum hefur verið þannig að það hefur verið að dragast úr losun. Það nefnilega staðreynd að ef að menn draga úr umhverfisáhrifum, það það að minnka notkun eldsneytis, lífræns og alls eldsneytis, þá felur það venjulega í sér mikinn sparnað. Og sama á við öll önnur úrgangsefni. Það aukin nýtni, þannig að við erum ekki að farast út af þessu og þegar menn draga víðtækar ályktanir út frá takmörkuðum gögnum, til dæmis hvað varðar Golfstrauminn sem ég ekkert sökkt með niður í, eða það að hafið sé að súrnast, þá held ég að menn séu komnir svolítið langt út fyrir allt raunsa í þeim efnum.
auðvitað eitthvað aðeins að hlýna, en við erum ekki að fara í einhvern heimsendi og þess vegna tel ég bara mjög mikilvægt til þess að ná utan þessi verkefni að gera það án þess að það sé hérna allt að fara til fjandans. Við erum á réttri leið, það sem ég miklu meira ágjur af, hvað varðar hérna framtíð okkar, það bara heimsfriðurinn og það menn séu að leggja svona mikla áherslu á vopn og vígbúnað í heiminum og mér finnst það bara miður. En við erum varla á réttri leið þegar markmið stjórnvalda eru að stórminnka losun en samfélagslosun, það heildarlosun frá Íslandi, hún eykst á milli ára, þannig að það er nú ekki skrítið að menn geri athugasemd við það og hvað varðar þennan Golfstraum þá, þú hlustar er það ekki sem líffræðingur á það þegar færi vísindamenn segja líkurnar á að Golfstraumurinn hætti að ylja okkur hafi farið úr 1% í 20%? Ég allavega auðvitað hlusta en þetta bara því miður takturinn. Það var hér ekkert langt síðan að allir fiskistofnar heims áttu að verða uppurnir 2048 og þetta því miður að menn að búa hérna til einhverja heimsendaspá í þessu sem á öðru og ég held að það oftar en ekki engin innistaða fyrir því. En menn eru með mikið af gögnum og ef menn hérna draga út þessa þætti einhverja endalok að þá hérna set ég strax varnagla við því. Því að við erum hér, tel ég vera bara á réttri leið í mörgu í umhverfismálum og við þurfum fyrst og fremst að setja út réttu hvatana og hérna þannig að ég svona geld varhug við þessar umræðu að við séum hér á einhverju leiðarlokum. Mér finnst miklu frekar þessi friðarboðskapur og þetta vopnaskak í heiminum, það veldur mér miklu meira heldur en akkurat þessi þættir. Kærar þakkir fyrir spjallið, Sigurjón Þórðarsson. Við eigum eflaust eftir að heyri þér eftir þú kemur hingað suður og hérna, hvað það á þriðjudaginn sem að þingurinn? Já, þá hefst fjörið. Ljómandi, kærar þakkir fyrir spjallið og vertu blessaður. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að enda þáttinn í kvöld á menningarumræðu. Við ætlum að tala tónlist. Eftir 10 daga eða svo verða tónleikar þar sem tónskáld íslenskt meðal annars tilnefningar minningu Jónasar Ingimundarsonar glænýtt verk og margt fleira á dagskrá þeirra tónleika. Yfirskrift úr ýmsum áttum. Tónskáldið sem ræðir Tryggvi M. Baldvinsson en hann fagnar þessa mundir 40 ára tónsmíðaferli, hvorki meira né minna. Vertu velkomin til okkar, Tryggvi. Takk fyrir. Þetta nú ansi langur tími, 40 ár. Já, leiðan hratt? Já, það allavega, þannig að það hitt tílefnið líka að ég var 60 núna í byrjun ágúst mánaðar. En það var í sumar þá þurfti ég að fara í gegnum allt nótnasafnið mitt og allt það sem ég hef búið til af því að ég þarf víst að skipta nótnaskriftaforrit og þá þurfti ég að fara í gegnum allan pakkan og þá sá maður og
sá hvað þetta var nú orðið dálítið mikið. En þá sá ég það, þú veist, að elstu verkin einmitt 1985. Já. Það verk endar fyrsta, Opus 1 þetta svo allt og stórt sem fyrsta verk og enda það núna merkt í katalóknum sko ekki til flutningsframar. Ég skrifaði það sem sagt fyrir Lúðrasveit. Tvítugur aldrei þá. Já, og það hét hinu virðulega nafni The Very Short Battle Hymn of the Ketchup Fighter. Og skrifaði þetta fyrir vini mína í Svaninum, þar sem ég var að spila á þeim árum. Og það var þetta alveg ótrúlega sjón og upplifun á nemendatónleikum þarna sennilega ég man það ekki alveg hvort það var í janúar 86 eða eitthvað. Þá voru tónleikar í nemendatónfræðideildar tónlistarskólans í Reykjavík með nemendatónleika og flestallir voru svona með einleiksverk eða duetta eða eitthvað svoleiðis og svo mætti ég með sko 60 manna Lúðrasveit í búning og allt og þetta var þetta ekki sérstaklega gott stykki en það eru þarna í því svona moment sem eru kannski en það allavega ekki til flutningsframar eins og sagt En það sem ég tek út úr þessu að þetta lýsir stórum hug ungsmanns. Já, ég var allavega þá var ég algjörlega óhræddur við þetta og ég myndi ég hef skrifað fyrir Lúðrasveit eftir þetta og það fannst mér bara þó nokkuð átak sko. Ég trúi því. En þetta ekkert mál bara. En þetta svona þetta verk akkurat eins og maður hefur upplifað síðan sjálfur síðan að því að nú ég búin að kenna tónsmíðar líka mjög mörg ár. Já. Og þá þetta ekta byrjandaverk að fyrst kemur hugmynd A og svo kemur hugmynd B og svo hugmynd C og svo hugmynd D og svo kannski E og svo það búið. En einhverja af þessum hugmyndum eru bara ágættar sko. Kannski ekki svona í heild. Nei. Þekkir þú Atla Örvars tónskáldið? Já, ég þekki hann persónulega en ber mikla virðingu fyrir þeim manni. Já, hann fær stundum lög frá svona nýliðum og amatörum og hann segir einmitt, já, þetta eru mörg lög en það reynda að hafa þetta bara eitt lag. Já, það akkurat það sko. Svo lærir maður það. Já. Og stundum lærir maður það kannski jafnvel sko ofvel. Þannig að maður, að því að ég fór síðan eftir að ég kláraði tónfræðadeildina í tónlistarskólanum í Reykjavík, fór ég til Vínaborgar að læra þar af því að mér langaði svo að læra handbragð, þú veist, og bara svona, maður einhver gömul sál, sko, og ég vissi það að þarna var verið að kenna ennþá sko svona gamaldags kontrapunkt og hljómfræði og svona, enda var ég rosalega mikið í kontrapunktin en að læra sko handbragð og það þýðir það stundum að maður getur tekið kannski efni sem ekki stórt eða mikið og gert úr því miklu meira spunnið úr því, tekt á alla enda og kanta og stundum tekst það, stundum fattar maður bara þegar þetta búið, maður heyrir þetta, þú veist, það svona, þetta, þú veist, þarna var bara handverksmaðurinn, en glimti aðeins svona hugsa með hjartanu, sko. En maður reynir yfirleitt að koma í veg fyrir að þetta gerist, en þetta getur gerst alveg og gerist örglega hjá mörgum, sko, sem eru velmenntaðir í tónsmiðum, sko. Já. Að því þú nefndir kontrapunktin, getur þú útskýrt fyrir hlustendum og áhorfendum hvaða kontrapunktur í? Já, fyrst ætli ég samt að byrja á lítilli sögum. Ég kendi sem sagt endurreisna kontrapunkt á sumarnámskeiðum einu sinni, nokkur sumur í sumarnámskeiðum tónlistarskólans í Reykjavík og það var hægt að skrá sig í síman hjá mér og eitthvað svona og fólk var að ringja inn og svona og meðan hann hringdi maður í mig og ætlaði að skrá son sinn á námskeiðin og sagði sem sagt að sonur sinn hefði hort á alla þættina í sjónvarpinu. Þá þurfti ég mitt að útskýra fyrir honum að kontrapunktur væri ekki spurningakeppni, allavega ekki hjá okkur, en kontrapunktur er
sko má segja allavega sko námið í kontrapunkti og kennsla að þetta eru sem sagt reglur hvernig sem sagt 2 eða fleiri laglínur geta verið saman eða unnið saman og haldið sjálfstæði sínu og saman myndað eina heild. Og einhvers konar vefnaður. Já, þetta auðvitað sko, þegar við heyrum auðvitað tónlist Jóhann Sebastian Bach auðvitað svona alveg fullkomna dæmi fjölröddun og þar með frábæran kontrapunkt og stundum verður þetta sko kontrapunkturinn verður stundum að svona hálfgerðri sirkuslist eins og hjá Bach líka að semja tónverk sem hægt að spila aftur og bak og áfram á sama tíma og þau mynda samt bara skynsamlega heild og þar sem raddirnar að hreyfast, spila sama eða syngja sama lagið eða sama stefið á mismunandi hraða og samt gengur þau upp og svona þannig að stundum verður kontrapunkturinn svona einmitt, dálítið svona sirkusnúmer og ég fann það alveg, sko, kennari minn, ég lærði sem sagt aðalega endurreisna kontrapunkt sem svona fyrir tíma Bach og hann sá kontrapunktur ótrúlega, sko, hann fullur af reglum. Það alveg bara ótrúlega, já, bara sumt má, sumt og annað bara bannað. Já. Ekki stökkva upp af þunguslægi í fjóraparshreyfingu og ég geti þuli allskins reglur. Mjög mikill formægi. Alveg ótrúlegur og því leyti sko dálítið auðvelt að kenna hann að því maður það bara kunna reglurnar og geta útskýrt þær og af því að þær eiga sér í raun og veru stoð í fegurðinni, það alveg ákveðnir, eða kannski ég bara fann að trúa svona mikið á reglurnar í kontrapunktum, en að í endurreisna tónlist var auðvitað alltaf verið að forðast allt sem gat talist svona, snöggt eða rykkjótt eða eitthvað svona snart, allt átti að líða svona fallega áfram. Ef það voru ómstýrir tónar þá þurfti að leysa þá og helst undirbúa þá líka og allskyns svona allskyns svona reglur og sumt af því hef ég alveg tekið með mér inn í mína músík en ég hef líka einhvern veginn stundum eftir því sem ég lærði meiri kontrapunkt heimun meira hef ég forðast hann eða ekki forðast en farið sko, já, ekki að því að sko já, ég hef ekki notað hann svo mikið í mörgum verkum mínum af því að atónal sem sagt ótóntegundabundin kontrapunktur eða getur verið með því leiðilegasta sem þú heyrir sko. Þá heyriru þú nær engu sambandi og laglínur eða laglínur, það eitthvað sem já, mat hvers og eins hvort það sem sagt þannig að já, ótóntegundabundin kontrapunktur mjög vandmeðfarin. En það kannski eins með þetta eins og sumt annað að þú þarft að það betra að gjör þekkja fyrirbærið til þess að vita hvenar þú víkur frá því og hvers vegna og svo framvegis. Já, þetta auðvitað bara svona, þetta nú líka akkurat það sem að segja nú oft í sko hljómfræði kennslu og svona, það gott að vita reglurnar og líka þekkja, sko það ekki síður mikilvægt að þekkja söguna, af því að það annað sem tónsmíðanemendur gera oft að þeir halda þeir hafi uppgötvað eitthvað ótrúlega frumlegt og nýtt og þá svona, já, þetta var nú mjög mikið notað sko á 7. áratugnum og líka, þú veist, svona 1500 og það mjög fátt sem nýtt undir sólinni og tónlist hefur raun og veru tónlistarsagan ef maður skoðar hana, þá hún sko allavega fram að seinna stríði hún dálítið
eða kannski fyrra stríði frekar, hún saga frá sko einfaldleika og síðan tekur bara einhvern veginn manns heilin alltaf stjórnin og fer að skipulegja allt miklu betur, þanga til að skipulagið orðið ofmikið og þá kemur aftur einhver hreinsun og við byrjum aftur í einfaldleikanum og þetta miðalda tónlist með sínum rytmamódelum og mjög sko, já, oft aldrei erfitt að hlusta á hana, get ég alveg sagt og hún getur orðið mjög flókin. Svo kemur endurreisnin með sinn tærleika og það, hún byrjar síðan að flækjast meira og meira þangað til hún verður jafnvel, sko, þannig að það varla hægt að segja hún sig í tóntegund. Tónskáld eins og Gesualdo sem bara, já, það er talað bara ótóntegunda bundna tóntegundir. Það er mjög skrítið músík. Og svo kemur sko barokkið til að byrja með, ótrúlega hreint og fallegt, verður síðan alltaf vex og flækist. Klassikinn, hrein og tær, upp í romantíkina, þangað til allt orðið sko tóntegundirnar orðnar svo áttavildar að þær vita ekki hvort þær að komið að fara eins og hjá Wagner og Mahler. Svo kemur reyndar að því sko að Schönberg kemur 12 tónateknina og eftir það þá fór einhvern veginn, það komið þetta nýklassik þannig svona 1920 en eftir þetta þá var, þú veist, rómantíkin lifði miklu lengur, það ég meina Richard Strauss, það 1947 Rachmaninoff svipað leyti held ég sem algjörður konungar í rómantík og eftir stríð þá oft talað 1945 bara sem árið 0 að þá bara byrjuðum menn alveg upp á nýtt það búið að eyðileggja allt. Tilfinningar okkar eru allt öðruvísi en þar voru og við erum ekki við getum ekki byrjað eins og bara, við getum ekki haldið áfram með Wagner eða við getum ekki haldið áfram með í raun og veru neitt. Það er allt ónýtt. Þetta nátengt þessum hryllingi seinni heimsstyrjaldarinnar. Já. Það var bara búið að, það var bara, ég ætla ekki að segja allt drepið en það var búið að mengalt og skemmalt og það má segja sko að eftir 45 bara músíkin út allt og núna á 21. öldinni það líka algjörlega gjörbreyttar heimur af því að nú er aðgengið tónlist orðið svo ofboðslega mikið. Þegar ég í námi 1987 til 92 þá þú veist, akkurat feel old yet einhver sagði að þá voru ennþá sko menn á götum borgarinnar sem höfðu sko tekið þátt í frumflutningnum á vorblótinu og 20. öldin var þannig, þú veist, að það voru þarna bara nokkuð tónskáld sem bara stýrðu sko og bara maður hélt með, þú veist, þetta voru Lutoslavski, Ligeti, það voru mín uppáhald og svo Stockhausen og Boulez og kannski einhverju fleiri svona sem voru, en þetta voru svona algjörir risar sem bara mótuðu bara þessi stefna hvers og eins inni. Þetta það sem við gerum og allt annað bara eitthvað hallærislegt. En núna bara, það engin svona lengur, það bara fullt af litlum smákongum kannski eða einhverju svona og við getum í raun og veru leyft okkur allt. Það ég veit ekki hvort það gott eða vont sko, það var gott að eiga svona bara Lutoslavski og Ligeti, það mínu menn. Mér finnst Stockhausen leiðilegur og maður gæti bara tekið svona afstöðu og þá var einmitt rætt það sko áhrifamestu aðilarnir í samtímatónlist á þessum svona síðustu áratugum 20. aldar, það voru útvarpsstjórarnir í Süddeutsche Rundfunk og Westdeutsche Rundfunk og þessu öllu sem ákváðu hvað var tekið upp. Þeir að því að núna bara, þú veist, bara milljónir af tónlist, af bara verkum sem þú getur bara fundið og dottið inn á og eitthvað. Þannig að þetta mjög skrítin heimur og
Já, þetta bara æðislegt. En þetta náttúrulega sko, við munum tíman að trenna, við munum þegar þú ert þarna úti í námi og þú veist kannski einhver einni plötu og þú býður lengi eftir að komast yfir hana og finnur hana í einhverju afskektri plötubúð. Þegar ég fór ungur maður til útlanda þá maður þrætti einmitt plötubúðirnar og maður kom heim með gersemi að manni fannst. Nú allt á Spotify, það einhver algoritmar sem að stýra að vissu leyti hverju rótað að þér. Jú. Það ekkert líkt. Nei, þetta allt annað. Bara upplifun og líka hef ég fundið það því miður á sjálfum mér líka að þetta sem þegar maður akkurat eins og þú lýsir, maður keypti plötu sem maður bara, þetta æðislegt, ég hlakka svo til að heyra. Ég man eftir það var ein plata heima bara þegar ég var í mentó Ivo Pogorelli því að og hann píanisti sem hafði skotist upp á stjörnuhiminin fyrir að vinna ekki keppni hann var, fekk 10 hjá helmingi dónendar og 0 hjá hinum en hann var, svo giftist hann og reyndar einum úr dónendinni en Fílík saga. Þetta er þetta góð saga en frekar verkið svo þá eða plötuna þá settist maður í stól kannski með headphone eða eitthvað svo leiðis og svo sat maður hlustaði og las og skoðaði umslæðið á meðan. Núna þetta alltaf þannig að maður að hlusta oftast bara í tölvunni og þegar maður að hlusta í tölvunni þá svo auðvelt að fara að gera eitthvað annað. Maður fer að skrifa tölvupóst eða vinna eitthvað eða maður fer að ennþá vera sem að fara á Facebook eða eitthvað og svo endar maður á því að maður aðeins pásar músíkina sem maður er að hlusta á til þess að hlusta á eitthvað vídeo á Facebook þannig að hlustun hefur líka breyst alveg ótrúlega mikið og auðvitað ég hlusta núna orðið dálítið mikið því að nú labba ég til og frá í vinnu og þar gefst mér allavega svona 20 mínútna slott hvora leið að hlusta. Það gerir ekkert annað en að hlusta. Nei, og labba, reyndar. En það er svona svolítið átóður að ekki að hreyfa fæturna. Já, nei, ég þarf ekki að hugsa mikið um það. Það er svona, þetta er gerbreyttur heimur og samt finnst manni maður ekkert vera gamall, sko. Nei. En það hefur, mann fannst einmitt akkurat amma og afi fættist 1899 og amma 1903 og þau hafa upplifað eitthvað svona ótrúlegt en svo hefur bara allt gerst svo ótrúlega hratt síðustu bara áratugið. Má ég spyrja þig eins og barn nú er tónlistarsagan hún svo sem ekkert mjög stutt það sem að vera og við eigum öll þessi stórkostlegu verk sem saman hafa verið Er endalaust möguleikar til þess að búa til stórkostlega tónlist eða búa full nýta bara einhvern hluta af kökunni sem að bara ef við veltum fyrir okkur möguleikum þeir óendanlega margir og svo náttúrulega líka að eins og þú nefnir þetta gengur í tímabilum að við höfum orðið svo mikla sögu, við höfum orðið svo mikinn samanburð. Ekki snúnara að semja tónverk í dag út frá þessu en kannski fyrir einhverjum tíma? Er ég alveg út á túnni? Nei. Þetta er mjög góð spurninga því að þetta hefur nefnilega, þessari spurninga hefur verið varpað fram svo oft að þegar að Beethoven dó, þá bara, hvernig er hægt að halda áfram? Það var spurningin. Setti punkt eins og Laxness. Já, það er 1827. Bara, við getum ekki, það er ekki hægt. Og eftir, Wagner, það er líka svona bara, það er ekki hægt, við höfum ekki neina möguleika. En það er alltaf einhverju möguleikar og sem betur fer manns hugurinn einhvern veginn þannig gerður að hann finnur sér einhverja nýja leið, en það er auðvitað mjög óholl afstaða til tónsmíða hjá tónskáldum að ætla sér að semja eitthvað sem er nýtt. Ef það er orðið
eitthvað sem er aðalatrið, þetta hafi aldrei heyrst áður, einhver svona nýtt dæmi, þá það nú svona yfirleitt uppskrift af að einhverju frekar slæmu. En þetta gerist bara. Stundu talaðum að Monteverdi hafi fundið upp nýja músík sem var svona, hann rauf sig dálítið frá Monteverdi hérna bara 1607 held ég sem Orfeo frumfluttur óperan og svo aftur Debussy að þá kom hann með einhverja nýja nálgun, nýja upplifun fyrir hlustandan. Það kannski meira þannig að frekar en að hann hafi sem sagt sest niður og hugsað, þú veist, Wagner gerir svona, ég ætla að gera eitthvað aðeins öðruvísi. Nei, þetta bara, hann hafði, Debussy, sem sagt, hafði eins og margir verið á heimsýningu í París sem var, ég man ekki 1870 eða 80 eða eitthvað. Og þar kemur hljómsveit frá Indonésiu, svona gamelan hljómsveit. Og það í fyrsta sinn sem evrópsk tónskáld heyra tónlist sem einhvers staðar annar stað frá en svona, Evrópu og einhverjum kannski nýlöndum. En þetta var í fyrsta, og þetta algjörlega sprengdi hausinn á þessum mönnum og konum örglega sem voru að hlusta að þarna voru nýjir tónstigar, nýjar takthöfundur eða algjörlega ný nálgun í rytma og takti og þetta hefur örglega oft vísað til þessar heimsýningar í París sem hafi opnað svona fyrir nýja músík. En það alltaf, eins og ég held að það er alltaf leið til að finna eitthvað nýtt, en það líka hægt að endurskapa það eldra á nýjan hátt og það kannski oftast en það gerist að við erum með notum handverk og handbragð fyrri tíma en gerum það að okkar eigin. Það svona, held ég það sem að þannig að spurningin þín mjög gild og en ég hef ekki áhyggjur af því að það verði ekki til ný músík. En það þetta mjög auðvelt að búa líka til sem sagt músík sem alveg ný. Algjörlega stæling á einhverju gamlu og þetta það sem til dæmis gervigreindin dálítið góð í. Stæla aðra. En tónlistarsann löng, þó mér hafði tekist að segja þér hana á 40 sekundum. Eitthvað svoleið. Nei, þetta er spennandi. Mjög skemmtilegt að fá innsýn. Var þetta fífldjörf ákvörðun hjá þér á sínum tíma upp 85 eða eitthvað svoleiðis að leggja undir, ganga þessa grýttu götu? Var ekki nytjahyggjan ennþá svona ríkari í Íslendingum 85? Ég veit það ekki. Við erum ég var alltaf eins og það heitir halinn upp á miklu menningar heimili. Lærið á píanó á sínu tíma og túbu. Og Foreldrar þínir líku þeirra hljóðfæri? Mamma var mjög flink á píanó, hún lést nú þegar ég var 19 ára, þannig að það var svona hennar naut ekki mjög lengi við, en hún var mjög bara ágætur píanisti og það sem ég man aðal eftir og öfundaði alltaf að hún var svo svakalegur lesari. Hún gæti tekið hvaða nótur sem var og einhvern veginn svona bjarga sér út úr því alltaf skamlaust. Þannig að ég hef aldrei einhvern veginn verið neitt sérstaklega sterkur á því sviði. Og svo auðvitað sagt, þú veist, þeir sem get ekki spila, þeir fara að semja. Og þeir sem get ekki samið, þeir fara að stjórna. Ég búin að því líka. Og þeir sem get ekki stjórna, þeir fara að kenna. Og á því lifði ég. En þetta nú svona nei og faðir minn Baldvin Tryggvason bókútgefandi og síðar sparisjóðsstjóri, þannig að það var mikil það var mikil kúltúr og ég fekk bara stuðning við þetta allt saman. Og bróðir minn Sveinbjörn er rithöfundur og ljóðskáld og kvikmynda handrits höfundur. Þannig að við erum bara að gera það sem
já, okkur langaði til, en það líka held ég eiginlega einn af svona lyklunum að haminginni að fá að gera það sem man langar til að gera. Já, eins gott veganesti eins og hægt var að fá. Já, mér langaði reyndar alltaf að verða leikari. Já, er það ásett? Ég veit það ekki, það er hérna, halló, ég er hér. Nei, að hérna, það einhvern veginn, ég fór síðan bara í músík, en ég held reyndar að sko það er líka bara því að mér finnst ekkert slæmt að koma fram og ég er ekkert feiminn við það, allavega meðan ég ræð sjálfur við aðstæðunar, að hérna þá er þetta mjög gaman, en ég held, jafnvel sko þess vegna fannst mér til dæmis ótrúlega skemmtilegt og finnst að kenna, af því að það er auðvitað performance, að hérna, og þess vegna ég held að maður hafi, sem sagt, ég fekk mitt performance dæmi í gegnum það að vera kennari og hljómsveitarstjóri, lúðrasveitarstjóri. Það er bara, maður er búin að gera svo margt. Má ég spyrja þig einnar persónulegar spurningar, kannski óþægilegar. En þegar mamma þín deyr og þú ert 19, þá hlýtur að hafa orðið náttúrulega til mjög mikil sársauki, mjög mikil söknuður, mjög sterkar tilfinningar, vænti ég. Hefur þið náð að beisla það að einhverju leyti í tónsköpuninni? Ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko. Ég af því að á þeim tíma þetta, 84, það er engin að einhvern veginn að það var ekki til að hjálpa, maður gæti ekki, eða þannig það var engin svona, og ég meina ég þetta ólst í raun og veru upp við það í raun og veru að hún var að berjast að krabbamein eiginlega alla sína ævi, allavega eftir að ég fæddist og nei, ég held að sé kannski svona frekar á síðari tím, þú veist bara eftir maður var sjálfur eldri en 53 ára eins og hún varð að maður svona fyrir að fatta þetta allt saman og ég man það sem ég finnst alltaf svo bæði fallegt og sorglegt er að þegar hún deyr og þá skildi ég ekki alveg þetta að fólki fannst hún svo ung mér fannst þetta 53 bara alveg þetta er bara kort er ég að verða gamalmenni. Ég kannast að hafa hugsað þannig svo auðvitað áttum að segja á því að þetta var auðvitað allt og snönd. Nei, sko, jú og nei, þú veist. Hún var auðvitað músikantinn í fjölskyldunni, þannig að segja, sko, og kendi, það var hún sem píndi mig stundum við píanó eða efa mig og svona, var alveg daldið hörð á því. Sem þú þakkar fyrir í dag? Já, ég geri það. Ég, svona uppeldislega þá kannski var þetta ekki rétta leiðin, en það var ekki ofbeldi, það var ekki þannig heldur bara. Þetta er náttúrulega endalaust álitaefni hjá foreldrum tónlistarnemenda. Já. Við heyrum svo margar sögur af því að tónlistarnemendur sem fengu mjög mikið aðhald frá foreldrum sínum, þeir þakki það síðar. Já, auðvitað. Því að ég síðan bara, þú veist, eftir ég komst á táningsaldur og þá fór mér aftur fram á píanóið og þetta fór að verða gaman kannski aðalega því að ég byrjaði að spila í lúðrasveit þá fekk ég smá því það er ótrúlega einmannalegt að vera píanisti það þarf alveg sérstakt fólk í það og þarfst að geta verið einn með sjálfum þeir alveg ótrúlega lengi og mikið að því að þú ert svo lítið að spila með öðrum það er bara, og í náminu er það líka, einmitt talað oft það í svona kennslufræðinni að píanistar það þurfa að passa það sko, það verði ekki bara aleinir bara, og það líka bara er mjög óhollt fyrir bara líka músikalitet að vinna ekki með öðrum og svona, en þeir sem er að spila hljómsveitar hljóðfæri, þeir eru alltaf að spila einhverja kammermúsík og ég ekki að segja að það sé auðveldar að læra þessi hljóðfæri en þetta er alveg sérstakur karakter sem þarf að vera í píanónu og þú veist, þetta er píanóið frábært hljóðfæri að hafa við hendina maður getur lesið nótur og svona kynst tónlist og tónverkum og á allt annan hátt en blessaði nemendur sem eru sko að spila á bara svona eitthvað
laglínuhljóðfæri. Er þetta ekki það næsta sem maður kemst í að hafa heila hljómsveit í 10 fingrum? Jú, nema kannski að maður væri með pípuorgel. Já, nema að maður væri með pípuorgel sem maður væri svo heppinn. Nei, auðvitað er ég henni þakkláttur fyrir það og fyrir svona að hafa dregið mig áfram. Það var erfitt á tímabili, en það hafðist og það er bara. Hér ertu stattur núna, þessum árum síðar. Við ætluðum að ræða tónleikana þína og nú er komið að því og við gerum það. En mér finnst þetta alveg frábær upptaktur. Takk fyrir hann. Það eru sem sagt yfirskriftin úr ýmsum áttum og þú er aðeins komið inn á það. Mér langaði bara að aðeins, að halda tónleika. Ég var með svona tónleika 2005-06 en það voru bara sönglög og á vegum Tíbrár eða þannig í salnum í Kópavogi og mér langaði að gera svona aftur og þá spila kannski verk sem hafa sum hver ekki heyrst síðan þau voru frumflutt eins og nú dálítið algengt með nýja tónlist að þau eru flutt einu sinni og undantekning var þegar var dustarík af verki í Langholtskirkju. Já, það er auðvitað algjört ekkert fyrir löngu algjörlega einstakt að fá 3 flutninga á stóru hljómsveitaverki. Það er auðvitað bara stapparnar í sturlun en þarna eru verk sem svona kammerverk og reyndar sönglög sem sumir þekkja og svona annað nú svona minna þekkt en þarna fekk ég ágæta við okkar bara fremsta tónlistafólk og góða vini mína til að spila. Hanna Dóra Sturludóttir, mezzosopran, Helga Bryndís Magnúsdóttir, píanóleikari, Baldvin Ingvar Tryggvason, klarnettuleikari, Alada Rax, píanóleikari, Herdís Anna Jónsdóttir, víóluleikari og maður hennar, Slavers, er það ekki? Steif. Já, Steif. Og Jón Arnar Einarsson, básumleikari. Þessir eru svona... Já, þetta eru þessir 7 flýtendur sem koma fram og eru, bara, ég get í sjálfu sér bara farið í gegnum prógramið, ef þú vilt, Hvernig væri það? Ég kynnti þarna í eingangnum að, er þetta ekki nýtt verk sem að þú samið í minningu Jónasar? Jú, það er eina verki sem er frumflutt og það er fyrir, við endum á því. Það er, heitir Auðvitað cantabile eða syngjandi og er lítið, bara svona lítið lag fyrir píanó. Það er endar auðvitað rísa þess upp úr ég tekið eftir því líka þegar ég fór í gegnum öll verki mín í sumar að ég dálítið á erfitt með að halda mig við að vera bara pianissimo eða veikt. Heldur verði alltaf að setja einhver staðar eitthvað hápunkt, þannig að það er smá rís í þessu líka. Akkur heitir það Auðvitað? Akkur er það Auðvitað? Já, nei, það er bara hjá mér, það er auðvitað, ég man að það minnum á eina gamla góða sögu, það var að Atli Heimir Sveinsson sem var tónsmíðakennari minn í tónfræðideildinni. Hann svaraði oft þegar maður kom með einhverju svona fullyrðingu, þá kom hann alltaf með þetta. Af hverju? Ég sagði, það verður að vera einhver framvinda í verkinu. Af hverju? Já, kannski. En, ég bara hef séð það að sá það á verkunum mínum. Ég hef svona, mér finnst alltaf þurfa að vera einhvers konar rís í verki og einhver frásögn, Unnu þið Jónas mikið saman? Já, hann var auðvitað píanókennari minn. Hann var píanókennari? Já, hann var píanókennari minn í mörg ár og svo 81 til 87 sennilega, þegar ég flutti út. Síðan ég varð auðvitað ekki píanisti, en á honum samt svo margt að þakka, hann laði svo mikið upp úr því að syngja á píanóið, að draga fram línuna og leyfa henni að
að einhvern veginn að svífa og fá fókus og svona, já, búa til fallega músík. Og svo, sem sagt, eftir ég flytt heim, þarna 92, þá, já, ég man nú ekki alveg hvernig þetta gerist 94, sennilega þá býður hann mér að taka þátt í svo kvöldu ljóðalottói. Nú? Já, það var mjög skemmtilegur leikur hjá honum, þetta var í samstarfi við Gerðuberg. Og þá var það þannig að við hittumst þarna örglega 15-20 tónskáld og við dróum ljóð upp úr hatti. Já. Svo fengum við hérna einhverja nokkra vikur eða mánuði til að semja sönglag. Frábær hugmynd. Og já, það er alveg ekki þetta. Ég var mjög heppinn, fekk hérna ljóðið Undur eftir Vilborgu Dagbjörnsdóttur sem svona lýsir vorkominni og ég hérna já, það heyrist nú ekkert mjög oft en það var fallegt lag og hérna en eftir það einhvern veginn þá fór hann að hvetja mig að gera meira af því að semja sönglög og ég hef eiginlega aldrei hætt því sko. Bara, og það eru auðvitað fleiri sönglög á tónleikunum. Já. Þar eru svona, hvað ég segja, gamlar lumur eins og Gömul ljósmynd og Þú ein sem er nú svona mikið hefur verið þetta flutt bara í gegnum tíðina. Já. Gömul ljósmynd var samin í tilefni af 70-afmæli pappa og við bræðurnir, hann sandi ljóðið og ég sandi textan og þetta er einmitt ljósmynd af pappa í Ólafsfirði þegar hann var svona 11 ára eða eitthvað svoleiðis sem er verið að svona skálda með þá í ljóðinu. Já. Og hérna og Þú ein er síðan samið sem afmælisgjöf til konu minnar og svo er önnur afmælisgjöf til konu minnar sem hefur heldur ekki verið flutt held ég nema bara þegar ég spilaði þetta með Ingibjörgu Guðjónsdóttur söngkonu í afmælinu hennar. Já. En það er svona andlegur hérna Þú ein er við ljóð Hannesar Péturssonar og Semdur opið hindrandi er það sem sagt líka og er að mínum að þetta fallegasta ljóð bara sem er til á íslenskri tungu. Já. Þetta er mjög persónulegt prógram. Já, þetta er auðvitað og það er líka sko það sem maður uppgötvar þegar maður setur saman svona prógram er auðvitað að hvað ég segja, það er sko þetta er allt saman maður er alltaf að vinna með einhverjum öðrum maður á svo mörgum mikið að þakka bara þó það sé ekki nema bara þú veist að hafa kynst einhverjum sem hefur kennt manni eða haft áhrif á mann og hvatt mann til góðra verka og svo er það líka bara allir þessir dásanlegu flytjendur sem ég tel mig þekkja sem eru hafa einmitt hvatt mig áfram og búið oft til sko ég hef oftar en einu sinni hef ég lent í því að heyra verk sem ég hef hlustað á kannski heima bara í annarkvort spilaði sjálfur, glamraði í gegn á píanó eða hlustaði í tölvunni sem er auðvitað mjög algengara síðust árin að og maður hugsa bara vá, samdi ég þetta rosalega þetta flott það er nú ekki oft sem þetta hefur gerst en þetta hefur gerst og ég bara hlýtur að vera stórkostlega tilfinning. Það er ótrúlega tilfinning. En já, það er nefnilega líka að þetta fyndi með mig og tónsmíðarnar að mér finnst ekkert sérstaklega gaman að semja. Er það ekki? Nei, þetta einmanalegt og þungt Þetta er erfitt og eða svona, erfitt stundum auðvitað verður þetta að maður getur unnið mjög marga dagi í röð þá er þetta alltaf auðveldara en mér finnst samt sko, þú veist, ég hef oft talað um það að svona, þegar maður var yngri allavega, þá hugsaði maður sko, já, ef ég myndi vinna einhvern risavinning í lottói, ég myndi ekki hægt að vinna til að geta farið að semja það bara núna myndi ég gera það en núna er ég orðin það svona komin á þann aldur að ég get alveg farið að hugsa mér að nota orkunu bara í að semja en Já. Hvernig sækjur þér innblástur?
Hann kemur, það á sko, já, í gegnum augu og eyru. Það sem sagt mikið af, ég les dálítið mikið af ljóðum eða svona tek svona tarnir. Ljóð inspirerar mig bæði sko til þess að bara skrifa hljóðfæraverk eða auðvitað söngverk af einhvern toga. Og svo það í raun og veru önnur tónlist. Já. Ég inspirerast oft af annarri tónlist og það auðvitað verður maður að passa sig. Já. En ég sem betur fyrir ekki nógu góður í tónheyrna. Ég geti pikkað svona upp heldur. Maður heyrir kannski eitthvað í útvarpinu eða eitthvað sem maður svona, vá, þetta flott. Og ég myndi vilja búa til þennan hljóðheim. Og svo fyrir maður heim og þú veist, hvernig var þetta? Og mér finnst ég hef stundum talað það að semja, ég heyri ekki músíkina alveg einhvern veginn í höfðun á mér. Mér finnst frekar að ég heyra hana stundum eins og ég sé, þú veist, inn í herbergi og það einhver að spila annar staðar. Ég heyri svona einhvern af því sem það, og þá svona, hvað þetta að gerast þarna? Þannig að ég ekki með svona beinlínu tengingu við tónskaldið, það þarf alltaf að fara í gegnum einhvern vegg. Það svona. En setur þú sjálf í hlustunarbann eða neyslubann þegar þú ert í miðjuverki og... Það gerist bara held ég sjálfkrafa, sko. Það svona bara einhvern veginn, ekki að, og ég hlusta ekki, sko, ég hlusta ekki til þess að leita að, þú veist, að fá, þú veist, ég byrja ekki, mér langar að gera músík eins og John Williams og hlusta á John Williams. Það dálítið hættulegt. En það bara stundum, það bara heyrir maður eitthvað músík sem bara hrífur mann. Og maður hugsa svona, já, þetta er flott. Ég ætla að prófa að byrja verkið mitt á því að setja, þú veist, láta sellóin gera svona eða eitthvað, þú veist. Og svo ger ég bara eitthvað sem kannski eitthvað, minnir eitthvað á eitthvað, en ég tel nú en þá að ég geti sagt það sé mitt. Þetta allt alveg ótrúlega spennandi. Eitthvað svona sem að þú vilt nefna frekar, hvað var þar dagskrána? Það eru 2 verk úr kórverki eða messu, það reyndar ekki kór, þetta 2 einleiksverk. Annars vegar Introitus, inngangur af messu sem ég skrifaði 1999 og var flutt í Skálholti. Það annars vegar inngangur og sem auðvitað fyrsta verkið á tónleikunum. Og svo það Offertorium sem svona, messuþáttur sem einleiks básúnuverk. Og það hefur ekki verið flutt oft en þó hafa einhverju spreytt sig á því. Þetta nú þekki ég ekki alveg íslenskan básúnulitteratúr mikið, en ég reikna með því að þetta sé nú sannleitt viðamesta básúnuverk, einleiks básúnuverk sem til en ég ætla ekki að nú örugglega einhverjir kollega mínir mjög pirraðir á mér hafa eignað mér þetta en það skiptir engum máli en þetta stórt og mikið verk. Og þetta alveg 2 klukkstunda konsert með liði? Jú, ég ætla líka, gamli leikarinn sko, eða leikaratöfumurinn, ég ætla líka að fá að vera kynnir. Já, skemmtilegt. Þannig að ég segja aðeins frá verkunum og tilurð þeirra og tengingana við allt þetta fólk og einmitt þetta bara, hvernig maður fer aldrei einn í gegnum þetta líf og þetta svona, Þannig að þegar ég var búinn að setja allt saman og búinn að vera að hugsa þetta, þá fattar maður að þetta eru svona þakklætist tónleikar. Og ég reyni stundum að muna það í dagskrárgerðinni á Samstöðinni þegar koma listamenn eða aðrir sem að hafa varið ævinni í að skapa og búa til, ekki síst að það snýr nú að fegurðinni, að það bara takk fyrir okkur, takk fyrir þitt framlag. Já, mín ánægjan, það reyndar, þú veist, eins og ég sagði, mér finnst þetta ekki óbúslega gaman að semja, en mér finnst ótrúlega gaman að síðan að fá að vinna verkin með öðrum og heyra það, sko. Það æðislegt. Það ekki bara lokálinn okkar?
ég held að það bara hljómar mjög vel. Kæra þakkir. Takk sömuleiðis. Tryggvi M. Baldvinsson, þættinum lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhörfundur. Ég minn ykkur á að þið hafið oft veltið fyrir ykkur að gerast áskrifendur eða styrktaraðilar að samstöðinni, en hafið alltaf gleymt því að hrinda því í framkvæmd. Þá nú leikur einn að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, skrolla aðeins niður þangað til þið finnið hnapp sem ástendur áskrift og gegn hlægilegu mánaðargjaldi 2.750 krónum. Það eins og hálfur hamborgari í miðbæ Reykjavíkur. Þá getið þið haft heilmikið með það að segja hvernig við störfum, hvort við blómgumst, hvort við lifum bara mánuðina af því einkareknir fjölmiðlar lepja nú margir hverjir og flestir döðan og skel, ekki bara hér í þessu landi heldur víða í heiminum. En við reynum að standa vörð gildi blaðamennskunar og fjölmiðlamennskunar að við teljum í ykkar. Þátturinn verður ekki lengri í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.